Gjörðu svo vel. Já, bara velkomin á íbúðarhúsið Grafarholts og Ólafsdals. Við erum með góða gesti, Ævar Harald og Kjartan Hafþór. Og við ætlum að ræða skipulagsmál og hverfiskipulagi. Og við vorum búin að senda inn nokkrar spurningar sem að tók að sér að hjálpa mér að setja saman eða svona bara eiginlega styrði því svolítið. Mjög kunnugur hverfinu, skipulaginu. Og Ævar heldur að það var svona kynningu og farið við hverfiskipulagið eða aðalskipulagið og Ævar heldur kynning líka. En fyrsti liður á dagskrá hjá okkur aðalskipulag Reykjavík 2024, staka byggingar á opnum svæðum í Hólmsheiði og austanverðum Úlfarsárdal til kynningar og það barst bréf frá umhverfisskipulagssviði þar sem óskað eftir umsögn. Já, það er eldri, Þetta er það sem við gerðum. ég lét það bara fylgja með bara til upplýsingar, það er það sem við gerðum. Það sem við erum búin að gera, það ekki, það sem við sendum inn. Það er bara umsögn sem sendum inn, svo við erum að fara hérna á milli okkar í íbúðarráðinu og við sendum inn sem sagt. Við fylgjum það bara með því í skipulagsganginu að vera eitthvað breytingar og skvættu frekari gögnum. Þetta er náttúrulega bara fyrsti fasi í ferlinu, ekki samt Haraldur, eða ekki? Jú, þetta er bara verklýsing en samt, þetta er verklýsing drög. Já, þetta er einhver breyting, þá tökum við áttur að tillögu með inn í verklýsinguna. Einmitt, þá er þetta fyrst fyrri á seinni. Náðu ekki farið gegnum það líka. Jú, bara endilega, það er frábært. Þetta má ég fylgjast. Já. Mér langar svolítið að vita hvað allir heita og hvort þið sé íbúðarráði eða íbúðarfélaginu okkar. Ég er þessi Guðný Maja formaður íbúðarráðinu. Já, ágætlega sko. Heimi Snær heiti ég reyna að þjónusta þetta ágæta fólki, ég er starfsmaður borgarinnar. Björn heiti ég kem sitt fyrir hönd íbúðarsamtaka. Stefán heiti ég og ég er í íbúðarráðinu og pólitíkinni. Ertu fyrir hönd hverja? Ég fyrir Valki. Ég heiti Heiða Björk og ég var dæmdarfulltrúi hingað í ráði. Ég í Grafarholtinu. Reyndar aðeins búin að flytja mig sér við Grafarvog. Já, ég heiti Kjartan Magnússon, ég er bótafulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Gestur. Ingi, Rúnar, það er kallar íbúinn, ég held að setja í þriðja skipti. Ég heiti Ínir Grafarholti. Ég heiti Haraldur Sigurðsson, ég kem frá umhverfis- og skipulagssvið, verkefnastjóri aðalskipulags. Já, ég er sem sagt Ólöf Úlfarsdóttir og bý á Skipulagsbraut í Úlfarsárdal. Ævar Harðarsson, deildarstjóri hverfiskipulags. Ég heiti Herdís Björnsdóttir, ég er varamaður fyrir Mörtu, Sjálfstæðisflokknum og ég líka íbúi hérna í Úlfarsárdal. Ég heiti Ellen, því sem íbúðarráðan fyrir hönd pólitíkinni. Takk fyrir. Það var komið hingið. Það er eins og segir, alveg fínt að kynna okkur ef það kemur upp nýjum fundin, þannig að fólk veit ekki hver við erum. En þá ætla ég bara að bjóða Haraldi orðið og takk kærlega fyrir að koma til okkur og gefa þér tíma til að vera með okkur. En við höfum legið svolítið lengi á okkur, skipulagið. Já, satt mál. Á ég að koma hann upp og kannski til það bara að byrja. Er þetta í streymi líka? Já. Þú er ekkert að benda en já, það má stækka þetta kannski. Ég ætla að byrja að fara yfir þessa breytingu á aðalskipulagi sem er komið í formlegt ferli hérna og varðar rauninni ekki íbúðarhverfið hér, íbúðarhverfin, heldur opin svæði, staka lóðir húsin með hana. Ég er bara ekki náðu mikill tæknum að staka þetta algjörlega. Það er bara Já, það er bara út af því að við erum í streyminu, þá er ég að streyma gegn forritið, nefnilega. Þess vegna, þetta er viðmótið af Webex. Fyrst að stækka þetta til að þetta séð með þetta sem koma eftir, Ok. Þú getur farið í view drátt fyrir það, Þú farið í view og þannig talar það til að hverfa rammin utanum, Ég held að það sé nefnilega. Jú, þarna. Full screen mode. Já, þá fæ ég það bara hérna. Já, er það skara,
Þannig eins og kom fram áðan þá þetta rauninni bara svolítið en samt að kynna drög að mögulegum breytingum. Þetta tilkomið að ósk landeiganda upp í Hólmsheiði sem speklar landeigandafélagi Græðis sem Hólmsheiði. Og þetta var það líka lóður hérna inn í Úlfarsárdal, nær Hafravatni. Það er bara næstu. Ég bara segja örstutt frá þessu tregða í nefni. Þannig að þetta varðar þessi opnusvæði hérna er Rauðavatnið og hérna er Reynisvatnið og þetta eru grænsvæði hérna í Hólmsheiðinni og Reynisvatnsheiðinni og síðan hérna innst í Úlfarsárdal sem þetta tekur til og varðar lóðir, gamlar sumarhúsalóðurinninni og landskip eftir í einhverju og þeir hafa óskað eftir því að fá skýrari heimildir hvað með byggja á þessu svæði og við setjum þetta upp sem svona bara alvöru breytingu á aðskipulagi og með umhverfismati og við nefnum ýmis atriði sem þarf að huga að í sambandi við þetta. Við viljum ekki opna á einhverja samfellda eða starftaka sumarhúsabyggð þarna. Við þurfum að passa upp á græna trefilinn og markmiðin Hólmsheiðina sem útivistarsvæði. Og síðan er vatnsvernd líka og fleira sem þarf að huga að og það er bara næstu. Já, þetta er síðan það sem er rauninni sagt, þetta er ekki, það er sagt frá því hvernig þessar breytingar gætu orðið að við erum að rauna rýmka heimildir fyrir þessa aðila. Það geti ná skýrari heimildir að það er í dag þannig að þeir mega viðhalda og endurbyggja húsin en núna erum við að horfa á þetta mögulega eins og þetta er gert inni með sveitarfélagmörkin í Mosfellsbæ. Hafa aðeins skýrari heimildir þannig að það sé hægt að byggja aðeins meira og við húsin og byggja jafnvel ný hús en upp að bara vissu marki. Og á þessu svæði eru líka ásökn í að stunda ferðaþjónustu eins og við Lóngala. Þannig að við erum að skerpa á því líka. Og já, það færð bara á og það sem við erum að raun að passa upp að setja bæði hámark á byggingamagni, hámark og raun segjum við í þessum drögum að það megi ekki skipta lóðunum frekar upp. En ég veit að landeigendur, og það eru komnar fram umsögnar, þeir eru þarna við sátti með það, en við þurfum í það minnst að setja lágmarksstærð á þessa skika að það sé ekki hægt að skipta þessu endalaust upp, þá myndi þetta breytast násaminn þéttbýli. Þetta er bara umhverfismat sem fylgir með sem við tökum á og þetta kemur aftur til okkar þannig að þá komum við fram með þetta sem formlega tillögu og þá umfjöllunum umhverfisáhrifin. Það er bara næstu, ég ætla að láta bara staða minni í þessu veldi. Já, þetta er bara ferli sem er framöndan og við ætlum að klára þetta reynda fyrir áramót en við náðum því sennilega ekki. En þetta kemur svona aftur til okkar í ráðið bæði í Árbæ, við þurfum að fara til íbúðar í Árbæ líka vantarlega. Þau hafa ekki kallað eftir kynningu þar en þannig að þetta kemur aftur vantarlega núna í október, nóvember. Uppsögnarfresturinn var liðin en það er alveg opið ef þið vildu gera bókun þetta þá var það að gera það samtal. Þau gerðu ekki í sumar? Þið gerðu það kom í sumar, ég var ekki búin að skoða það sem tók saman börnin eða alltaf sem Ég held að örugglega. Já, við sem spilum fyrst 13. ágúst er að ná þessu samtali og þessi gátt. Það komu fjöldaði margar athugasemdir frá þessum landeigendum sem við vorum að fagna þessu. Já, en aðrir voru með áhyggjur af banni við uppskiptingu eða landskiptum. Það er bara næstu það sem ég því það að beðið svona almennt aðskipulagið og stöðu skipulags hérna í hverfinu og ég get ekki svarað fyrir allt sem kom fram í þessum spurningum þarna. Maður stóð inn í. Maður stóð aðeins inn í. Eins og við sjáum það voru þetta fyrstu 3 liðir til einhverja skipulagsmálum. Þannig að þeir óskuðu eftir að fá að taka bara 3 liði saman. Þannig að það vorum í lið 2 núna. Já, annars alltaf að skjóta spurningu bara til að fá skýring frá einhverju. En ég ætlaði bara að nefna að þegar Keldur bara í næsta nákvæmlega ykkur líka. Og það verklýsing sem var samkvæmt bara núna í vikunni í Borgarstjórninni en vektu uppbygging þar líka. Og það verkefni sem að fara af stað og það mjög stór breyting og það bara næstu glæðrum sem verður í vinnslu næstu
já, fram að allt næsta árunni, þannig að við erum bara að byrja þar með verklýsingu. En þetta er mjög stór breyting af því að Keldur er náttúrulega stórt óbreytt svæði sem við stöðum til lengi að byggja reyndar á og fókusin á þetta er á þetta svæði hérna sem er Keldur og Keldnaholt en við erum líka að horfa á áhrifasvæði borgarlínan á að liggja hérna úr Árnessóðunum og upp í Keldnaholt. Við erum að horfa á áhrifasvæði borgarlínu hér og síðan áfram tengingu upp í Mosfellsbæ sem er þá líka áhrifasvæði en síðan erum við að skilgreina rauninni alla Austurborgina sem áhrifasvæði í breytingunni. Það er eðlilegt í svona stórri breytingu sem þar sem við erum að byggja mögulega 50-60 íbúðir á þessu svæði sem er mikil viðbót við Austurborgina og það getur atvinnu vinnustöðum líka og fjölda starfa þarna svæðinu að það er eðlilegt að skoða það í samhengi við landnotkunina eða svæðin hérna í kring og áhrifasvæðin eru þá líka Grafarholt og Úlfarsadalur og Árbærin líka. Þannig að ég vildi bara nefna þetta hér og kynna þetta inn hérna, þannig að þetta er fyrir skipulagsgáttina á morgun er orðið opinber gögn, þetta er búið að samþykkja þetta og þetta kannski tengist aðeins ykkar málum og ykkar spurningum hvað er næstu bara. Já, ég ætla nú bara að hlaupa yfir þetta. Þetta er bara úr verklýsinguna, það er sýnt hérna teikningin af Keldnalandinu og hvernig hún kemur, er mátuð inn hérna á gildandi aðalskipulag. Get ekki fengið þessar glærur eftir og ferða næstu bara. Já, svo er þetta með borgarlínuna, það er hlutaverkefnin og borgarlínan hefur ekki bara áhrif í Keldum og Keldnaholti, hún hefur borgarlínan hefur þá líka áhrif á eða er komin í meiri nála við þetta hverfi hér og ferða næstu. Já, síðan er þetta svæðin sem eru hérna áhrifasvæðin sem eru að tala að við skilgrunum sérstaklega áhrifasvæðin hérna við Korputorg og hérna Egilshöll og svo þessi svæði hér og svo erum við líka rauninni að eru svæðin hérna hluti af áhrifasvæðum þessara breytingar. Það er að segja miðsvæði hérna í Grafarholti og rauninni Grafarholti allt og svo þessi svæði hér líka. Það er bara síðan á næstu og þá er ég komin inn á ykkar hverfi að hvað setja bara upp hérna hérna er náttúrulega íbúðarhverfið eins og það er í dag og Leirtjörnin er hér sem er búin að byggjast og svo er annar áfangi Leirtjarnar hérna fyrir ofan. Síðan er þetta svæði sem ég þekki kannski í umræðinu sem er miðsvæði M22 og var svolítið í umræðinu fyrir 2 árum síðan held ég að 2 með 3 þegar við vorum að uppfæra aðalskipulagið og þá kom tillaga að rauna að skilgreina það bara ákveðið sem atvinnusvæði og það var kannski gett svolítið til að fá umræðum þetta svæði og það voru sterk viðbrögð frá ykkur og fleirum að það þyrfti að fá að þetta yrði minnst í finnlegri atvinnustarfsemi og það yrði gert ráð fyrir möguleika á íbúabyggð meira heldur en aðalskipulagið gerir í dag. Þetta er miðsvæði skilgreint, blandað miðsvæði í dag, eins og hérna skilgreiningin. Það er heimilt að vera með íbúðir en einungis ekki fleiri en 49 íbúðir. Þetta er ekki skilgreint sérstaklega uppbyggingarsvæði. Þau eru öll skilgreint, þau svæði sem eru með 50 íbúðir fleiri eru sýnt sérstaklega á annarri mynd. Hvað er hérna Úlfarsadalurinn? Úlfarsadalur er hérna sko og hverfið ykkar er hverfið sem Úlfarsadalskverfið hér og Grafarholti hérna og Reynisvassás hér. En þetta svæði er hérna milli Bauhaus og hverfisins sem við erum í núna hérna í þessu húsi. Þannig að Á ekki að byggja þar blokkir? Það stóð til, það var gert eðliskipulag á sínum tíma hérna, síðan var aðalskipulaginu breytt og það var ákveðið að bíða með uppbyggingu og eins og aðalskipulagið er í dag þá er miðað við eitt skólahverfi í Úlfarsadal á þessu svæði hér, það er að segja. Cirka 1400 íbúðir og við vitum að skóla það kemur fram líka í fyrirspurnum og við vitum það að skólinn er fullsetinn núna og vel það og þannig að viðbótin sem við núna talaðum í Leirtjörn hún er fyrir íbúðir fyrir hópa sem eru ekki sem leiðir ekki til fjölgun nemenda í grunnskólum, það er fyrir eldri
borgara einkum. En ég vildi vekja athygli á þessu af því að Ævar kemur hérna eftir, hérna stendur sko nánari stefnu landnotkun og nýtingar höfðu verið mörkuð í sérbreytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi með hliðsjón af niðurstöðum hverfisskipulagsvinnu. Þannig að þetta er skrifað inn að við tökum framtíðarsýn fyrir þetta svæði hér í tengslum með hverfisskipulagi eins og þetta var sett inn í aðalskipulagi núna, en það getur vel verið að koma upp í tengslum við breytingatillögur fyrir keldur, að það er tækifæri til að ræða þetta svæði. Það getur vel verið að það verið rætt í samhengi við keldna breytingar. Ég veit ekki hvað skref eru stigin þar, en það er kannski svolítið óþægilegt að tengja þetta við hverfisskipulagið því við vitum að það er aðeins óvissa með hvenær það kemur hingað, og deiliskipulag á þessu svæði öll svæðin eru með deiliskipulag, þannig að þörfum fyrir hverfisskipulag er minni í þessum hverfum heldur en í annars staðar. En hins vegar er þörf á að ræða heildarsýn fyrir borgarhluta eins og þegar kallað eftir. Þannig að þess vegna vildi ég tengja þetta við keldnabreytinguna, það er tækifæri til að kannski að taka umræðu þetta í samhengi við það. Má ég spyrja einu? Það var bónusótt lóð rétt í Bauhaus. Já. Af hverju var því hafnað að skipulagið? Það er bara einfaldlega, sko, það er stefna matvörubúðir í aðalskipulaginu sem er svolítið á því að vera með matvörubúðirnar inn í íbúðarhverfunum, og það getur verið áskorun að reyna að koma því inn að því að rekstraraðilarnir eru ekki tilbúnir að byggja eða opna það hvað sem er. Þannig að þetta er svona togstreita, en það sem er, og þetta var rætt fram og tilbaka svolítið hérna fyrir 2 árum síðan þetta, og þetta hefur komið aftur inn, og þessi aðeins sem benda á að þetta svæði muni væntanlega í framtíðinni verða íbúðabyggð, og það er ekkert ólíklegt að þá ætti að vera matvörubúð hér. En hins vegar ef það kemur íbúðabyggð hérna, þá var eins og stór matvörubúð á svæðinu betur sett einhvers staðar mitt á milli hverfanna heldur en hérna í aðrinum. Þannig að það er ekki tímabært kannski að taka ákvörðun með þetta, og sérstaklega þá með tilliti til þessa aðalega hér sem er að byggja hér matvörubúð sem er með 800 fermetra rými held ég. Tilbúið. Að við myndum algjörlega kollvarpa hans hugmyndum að reyna að laga til sín matvörubúð þarna ef við farum við myndum heimila bónus eða eitthvað annað hér. Þannig að það var eðlilegt að bíða með þetta út frá með tilliti til þessar áforma hér. Maður heita bara rekstra aðalar sem hafa verið að sýna svo svolítið áhuga. Þeir hafa bara ekki vilja að vera að sturta einhverjum 20 milljóni og opna einhverja verslun með það svo mikil óvissa með svæðana. Já, ég skil það. Þeir bara vilja ekki koma, bara þeir bara vitum að þessu. Það er ekki bara því, Björn, það er líka út á bílastæðinni. Það er ekki bílastæði fyrir fólk sem ætlar að versla í búðinni. Já, það er líkilega til að séu þá íbúar sem eru þá í kring. Já, og ég veit að sko þetta er tiltölulega þétt hverfi, og þetta er yfir 3000 manna hverfi í dag, og það getur hefur dugað sumstaðar fyrir bókastöðu, en þessar verslanir vilja helst líka sko ekki bara vera með sterkt bakland í náttúrunni, heldur líka vera svolítið í alfara leið. Þannig að það er kannski þessi áskorun sem við verðum að glíma við, en ég skil við að sýnin er ekki í skýr fyrir einhver tíma, þá er það fyrir rekstraraðilann að taka ákvörðun. Já, ég skil það, en orsakað þau segja það að mér finnst hagsmunir íbúa vega sterkara en allt annað. Það eru margir íbúar sem eru nýfluttir, eru með börn og litla fjölskyldur eða stórar, og þeir hafa talað það að þeir vilja bara komast í stóra búð þar sem geta lagt bílnum og keypt vel inn og tekið börnin með sér. Það er bara draumurinn, og við erum með krónuna og vita allir hvernig það er að fara þangað. Það er bara eiginlega ómögulegt á annan tíma. Já. Þannig að mér finnst að eiga hagsmunir íbúð. Já, ég held að sko það er verið eðlilegt að bíða þarna, en ég veit að þið getum við endalaust, en vonandi kemur eitthvað hér, en staðsetningin, ef maður horfir bara á góða staðsetningu fyrir matvörubúð sem er stór og rekstrarhæf fyrir lágvöruverslun, þá er þessi staður ekki, þá er náttúrulega miklu betri staðir hérna á þessu svæði hér heldur en þarna. Myndi maður alltaf telja, en
En kannski farið bara á næstu, já, Leirtjörnin síðan, þetta M28 svæði, það þetta gula svæði hérna fyrir ofan, nýja hverfið, hérna Leirtjörnarskverfið, og það bara næstu, og það gert ráð fyrir, það heimilt að byggja íbúðir. Já, það næsta, þetta sama mikið aftur, já. Já, hérna síðan, þetta eru þessir uppbyggingarreitir sem skilgreindir í aðalskipulagi. Þetta M22 svæði og það engin uppbyggingarreitur sýndur hér. Þetta á að vera blandað miðsvæði, blandað atvinnukverfi. En Leirtjörnin sýnd hérna sem uppbyggingarreitur sem viðbót við hverfið og hérna erum við að skipuleggja viðbót. 300-400 íbúðir og það var spurt stöðun á því verkefni og það næstu. Ein spurning hérna var fléttum svæði 103. Það á að slátra öllum þessum trjám þá sem eru þarna ljótu skógur sem eru 70 ára gömul sem skjól fyrir allt hverfi? Já, það góð spurning. Ég held að þetta var sett inn samkvæmt samkomulagi við landeigendur og út af dómsmáli og fór inn sem breyting á aðalskipulagi nú seinast og bættist aftur við hverfið og borgin á reyndarræmuna sem hérna næst. En þetta svona ekki hverfið sem í forgangi að fara að byggja og ég held að það þurfti að boða vel það tekið fram held ég aðeins aðalskipulagi að huga vel að þeim gróðri sem til staðar. Það alltaf skoðað. Já, flott. En ef þú flettir inn á Leirtjörnina næst mynd af, já, þið hefum kannski séð þess að þetta er bara úr hugmyndaleit sem það var gerð hugmyndaleit hugmyndasamkeppni eins konar þetta svæði það sem var miðað við sem sagt skipulag það sem við gotum lífsgæðakjarna eða kjarna fyrir eldri borgara einkum og þetta miðast við það þetta eru einhverja 330-40 íbúðir sem eru samkvæmt þessari hugmynd hér sem svona grunnurinn að því deiliskipulag sem við verið að vinna með. Þannig að þetta hann vantarlega verið byrjað hér og svo það blokkir á það? Þetta er eitthvað blandað og það lækkar eitthvað hér held ég. Ekki alveg með á hreinu reyndar, það sést kannski betur á myndinni sem kemur á eftir. Þetta allt lífskjarna? Þetta 55 pluss eða hvað aldur? Það eru samstarfsaðilar í þessu verkefni sem eru Samtök aldraðra og síðan eldri borgarafélagið og þannig að það er kannski hærra hlutfall af stærri fjölbýlishúsum hérna en það er einhver raðhús líka og smærri hús gert ráð fyrir þannig. Já, en allt lífskjarna. Þetta er ekki, það er það ekki? Jú, ég nefndi sko eftir svipað og lífsgæðakjarna hugmyndin eins og við unnum með annars staðar í borginni. Já, en er þetta þá eingöngu fyrir 55 pluss? Já. En svo það menn lent í... Nei, fyrst og fremst, er það eða er það ekki? Þetta er það. Já, ok. En svo það menn lent í því líka eins og það var þarna hverfið þetta rétt fyrir ofan Korpúlfsstaði þarna við Eiði sem var einmitt skilgreint. Tiltekinn aldur og lágt þjónustustig í skólum og leikskólum miðað við það og hluti bara alls konar fólk inn í það er það sem ég var að reyna að spyrja inn í það sko. Er þetta pottþétt fyrir svona lífskjarna ef ekki ætlum við að breyta því og skólinn er sprunginn eða ætlum við bara að hafa þetta í hag og bara sjá hvernig það þróast? Þetta er sko ef þetta er byggt á ég veit að það er erfitt ef það er eitthvað aðri sem er bara að auglýsa íbúðir, svona íbúðir fyrir eldra fólk sem er 55 ára eldri, þannig að þessu stjórnáði sko. Þannig að þetta er byggt eftir, eins og Samtök aldraðra hafa verið að byggja og hérna félag eldri borgara. Og þá er það náttúrulega alveg sniðið fyrir bara þann hóp. En... Hvaða þjónustu er það hugsað þarna fyrir eldra fólk? Það er ekki alveg búið að hugsa kannski sko ég hef stundum sagt bara að þetta sé þarna þetta verður gert þarna fyrir einhver þjónustu fyrir þetta fólk þarna sko en vonandi er þetta líka til að styrkja hérna sem er að byggjast upp við Skyggnisbraut og styrkja bakland hans en það er gert ráð fyrir sem deiliskipulagið í vinnslu á grunni þessarar tillögu sem var valin áfram og það er gert ráð fyrir að það komi tillögu sko í byrjun næsta árs
Hvernig styrkir þetta bakland og styrkir Skyggnisbraut? Já, rekstraraðilar horfa bara mikið á bakland, hvað margir íbúar á einhverju svæði í grennd. Hvað Skyggnisbrautin? Skyggnisbrautin hér sko. Þarna blokkin þín þarna. En þeir kannski, já. Gæfintjörnunum. Nei, þetta 60 ára eldri eða hvað það sko, þá er það mikið fullfrísku fólki sem getur gengið þarna þessa leið sko. Ein pæling sem tengir þessu, nú náttúrulega að koma fleiri íbúar þarna á staðnum og það. Það var einhvern veginn fyrirhugað þarna leið sko, af rauninni gata sem færi hérna, rauninni bara yfir þá, þannig sem M22 fram hjá Báhás og inn í Grafavog. Það var þetta að væri það mislægt gatnamóti yfir Vesturlandsveg. Jú, það er eitt sem er óvissa í framtíðarsýninni að þarna er inni sýnd Tengibraut sem er einmitt tenging niður hjá Báhás og með mislægt gatnamóti niður Vesturlandsveg yfir á Hallsveg, yfir í Grafavog. Það sést á einni myndinu hann undan þetta. Og afmörkunin hérna miðast við það. Hérna skilin á milli M22 og síðan Leirtjarnar miðast við að það frátekið svæði fyrir stærri umferðargötur þarna. En það er hins vegar sko, óvissin í kringum það er sko, og sem segja sko að Vegagerðin mun ekki byggja mislægt gatnamót þar ef að Sundabraut er að koma. Þá bara þeir ekki leggja pening í þær framkvæmdir eða einhvers vegar lendur að því aftarlega að það verði bara áfram reist með hringtorkum. Þannig að þess vegna höfum við viljað halda þessu neðaskipulagi og tekið frá svæðið. Gott til að sé komin að skýrari mynd og þetta er svona bætur við óvissuna við hvernig þessi umferðargata liggur í gegnum hverfið. En það veitir ekki kannski af að annar umferðartengingu þarna út af aukinni byggðin náttúrulega við Leirtjörn og síðan veit maður ekki hvernig hitt svæði líka hvort sem það verður íbúið byggð í miklu magni þar eða ekki þá verður miskusti aukin umferð út af auknu byggingavagnar svæðinu allir húsnæði sem byggist upp frá Báhás til dæmis. Atvinnuhúsnæði sem kemur frá Báhás, út frá Báhás? Það er svæðið fyrir ofan Báhás er skilgreint sem atvinnuhúsnæði þessins fyrir atvinnuhúsnæði. En síðan er það sem er kannski skrifað inn í aðskipulagið, þetta er svolítið svæði sem er svolítið í byggðflokki. Það ætti að taka skarpar á sýninni og það er það sem þið er að kalla eftir. En það er aldrei að vita nema að það verði vettvangur til að ræða þetta betur og kannski ákveðið tækifæri að gera það í tengslum við mótun skipulags í Hellnalandi. Já, er búið ákveðið að byggja við Leirtjörn með það? Já, það er búið ákveða það og það er byrjað. Það er byrjað og það er hægt að byggja lengra hérna upp eftir því að skipta. Þetta er allt inn að þetta í Vestmannaeyjar svæðisskipulag sem hafi verið umræðin svæði sem að það þurfa að virka Vestmannaeyjar svæðisskipulag út af húsnæðismarkaðnum og ástandinu þar. Þá er Leirtjörnin öll hérna og stækkunin hérna hún er öll innan Vestmannaeyja og líka þetta svæði M22 talaða svæði, það er innan vaxtarmarkinu. Þannig að við erum ekki að tala breytingar á svæðisskipulagi ef það er einhver endurskoðun af því svæði. Já, það held ég bara enda hérna, mann hvað er næst. Já, þetta er bara tölfræði svæði. Það væri þannig. Er þetta ekki svolítið mikið mýgrið þarna við Leirtjörnina? Það er svolítið djúpt meira fast hvað sem tjörnin gamla var og það er búið reyndar farið mikla framkvæmdir á skipstæðum og þetta er rauninni manngerð tjörn sem er í dag. Það er skilst að sé ekki eins mikið vandamál eins og maður hafði óttast. En fleiri spurningar, við getum tekið það líka á eftir. Já. Hún er svo létt þessi kynning. Það er einhverja daga fóru að þetta er svo stórt. Nei, þetta er ekki stórt. Það er ekki 1%.
og það. Þetta ekki stórt. Nei. Haraldur tekur kannski einu spurningu með hann. Maður sé spurning tóm. Svona margt sem þarf að ræða svo sem, það eitt og annað sem hann dettur í huga. Eitt svona í fljótu bragði, það var til dæmis bensínstöðin hann hliðina á við Grafarholtinu. Það var fyrir að færa hana hjá KFC og eitthvað, hefur þið eitthvað heyrt á því? Það var eitthvað umræðið, var eitthvað að Dagur kom að hjálpa ekki að fund með okkur, þá var þetta eitthvað. Það stóð til að færa, það gekk samkomulag við þessu að þeir áttu að fá það allir við þetta niður á miðsvæðinu fyrir neðan. En ég þekki ekki alveg stöðuna þessu. Þetta er eitthvað langt að liða þetta var sko, ég hef ekki einmitt margir vikið teikni. Þetta var bara einmitt ákveðið og þetta fór ekki inn á ráði sko. Þetta var bara, og aftur á móti var einhver maður að mála húsið sitt upp á Heiði, við þurftum að samþykkja hana. Það er vatnskólaðið eins og en þetta var gert að þetta betri fram skólinn eða ekki? Jú, þetta mitt fram. Það voru margir búin að hvetja til þess að þetta er fært og þetta var tekið inn í, ég held að þetta var endað inn í samkomulaginu, en þetta er kannski ekki náð, veit ekki framfylgt náður. Þetta er komið. Svo ég segi, ég heiti Ævar Harðarsson og er deildarstjóri hverfisskipulags og ég ætlaði svona aðeins að segja eitthvað frá hverfisskipulagi. Þetta er svona almenn kynning, það er ekki mikið efni ykkar borgarhluta. Þú flettir bara og ég þarf svona að fara í gegnum þessi atriði. Ég veit að einhverjir hérna hafa hlustað á svona kynningu áður. Hverfisskipulag sprettur upp úr aðalskipulaginu sem tók gildi 2010 og var svona aðalega hugsað til að styrkja eldri hverfi, fá fram óskir íbúum breytingar, innleiða stefnu vistvæna byggð og að sjálfsögðu að gera alveg deiliskipulag fyrir hverfi þar sem var ekki deiliskipulag fyrir. Það er þetta við stór hluta Hlíðunum, Vesturbæ og fleiri svæði þar sem er ekkert gildandi deiliskipulag. Síðan bæta inn við og endurreisa hverfiskjarna. Þetta var nú svolítið svona hugsað í Breiðholt og Árbæ þar sem höfðu verið fínir hverfiskjarnar hérna á 7. og 7. áratugnum og 8. og bílaeignin og samhliða það dóu hverfiskjarnarnir. Og það komu til náttúrulega Mjódd, Kringla, Smáralind sem einhvern veginn dró kraftin út úr hverfunum. Og svo erum við sem sagt að bæta þá aðgengi að upplýsingum og reyna að stilla afgreiðslu ferla og svona bæta þjónustuna næsta. Það er mjög mikilvægur þáttur í þessu hverfisskipulagi, það er sem sagt það sem við köllum 7 lykiláherslur og vistvæna byggð. Þetta kemur úr aðalskipulaginu. Þetta er svona svolítið gáttlisti hvernig getum við gert eldri byggð vistvænni. Byggð sem er kannski frá hérna, eins og til dæmis Hlíðarnar á Vesturbæ sem er frá 3., 4. og 5. áratugnum þar sem þessi vistvæna hugsun var ekki til, hús, illa einangruð og allt það. Það þarf líka að skoða samfélagið, þetta skiptist í 7 lykiláherslur, það er að skoða samfélagið, hvernig er það samsett, íbúa samsetningin og þjónustan, gæði byggðarinnar sem er þarna græn svæði, hvað er þetta að gera, bættar samgöngur, vistkerfi og minjar, það er náttúrulega vistkerfin sem eru, þarna, þeir eru náttúrulega með Úlfarsárdalinn hérna og það er náttúrulega, við vorum í Árbæ og Breiðholti, það er náttúrulega allur Elliðaárdalurinn, Víðar vorum við síðast og það er náttúrulega Öskjuhlíðin og fleiri svona svæði og svo eru minjarnar, það geta verið fornminjar en það eru líka svona menningarminjar, er ástæða til þess að setja hverfisvernda og einhver svæði eða götumyndir og þar fram til göttum orka og auðlindir, hvernig getum við sem sagt aukið kolefnisbindingu undir
fellur allt sem snýr að sorpi. Stóri þátturinn í þessu hjá okkur í hverfisskipulagi í eldri byggð náttúrulega skilmálar fyrir eldri byggðina til að gera hana vistvænni og svo höfum við verið með skilmálar náttúruvá. Þannig að það þá verið að horfa á þá náttúruvá sem getur verið á einhverjum ákveðnum svæðum. Það í Vesturbæ getur náttúruváin verið bara flóðahætta, en aðal náttúruváin sem við horfum á, það náttúrulega bara versnandi veður. Við tökum hverfin og borgarhlutan, við vinnum þetta út frá borgarhlutum og greinum hann frá þessum 7 þáttum. Hver eru styrkleikar og veikleikar? Við sem sagt og förum inn í samráð hverfisskipulagið og afurð þess út frá þessu. Næsta mynd. Við höfum hverfisskipulagið unnið sem sagt á grundvelli borgarhluta. Þannig að við byrjuðum í Árbæ. Það var ákveðið að byrja í svona þessum í austurhlutanum í staðan fyrir kannski eins og margir hefðu viljað í vesturhlutanum. En að byrja í úthverfunum, við tókum Árbæinn, þar sem við tókum 3 hverfi, tókum ekki Norðlingaholtið því að það var tiltölulega ný samþykkt hverfisskipulag, en við gerðum hverfisskipulag fyrir Ártúnsholt, Árbæinn og Selárskverfi. Síðan tókum við Breiðholtið og við erum sem sagt hverfisskipulagi í Hlíðum tók bara gildi núna það bara fyrir stuttu síðan, sennilega bara í síðustu viku. Þá tók gildi hverfisskipulag fyrir 3 hverfi í sem sagt Hlíðum, borgarhlutum og Hlíðum. Við erum að vinna með hálendi bústaði og gerum ráð fyrir því að fara með 4 hverfi þar í formlegt kynningarferli öðru hverju megin við áramót. Síðan mikil þörf á að fara í Vesturbæinn. Þar eru svæði sem vantar hverfisskipulag, þar elsta byggðin. Það hefur verið kallað svolítið eftir hverfisskipulag á Kjalarnesi, en það fyrst og fremst verið að horfa á Grundarhverfið. Það ekki verið að horfa á allt Kjalarnesi sem gríðar stórt. Bara þetta skipulagstæki hentar ekki svoleiðis vinnu. Við byrjuðum svolítið í Laugardalnum fyrir 2 árum og við ætlum að fara þangað og síðan miðborgin, Grafarvogurinn, og við sjáum fyrir okkur að það minnst þörfin í Grafarholti og Úlfarsárdal. Þetta er tiltölulega ný skipulag sem í rauninni verið ennþá að byggja eftir og við getum í rauninni litlu bætt þar við. Næsta. Það hefur verið mjög mikilvægt þáttur í hverfisskipulagsvinnu, það samráð við íbúa hagaðila og það byggist á þessum 4 þáttum sem byggja svona á lýðræðisstefnu Reykjavíkur. Við reynum að fara út í hverjum og hlusta, rýna hvað hægt að gera og breyta svo í kjölfarið og svo reynum við að miðla þessu. Næsta. Þetta samráð eða vinnuferlið skilgreint sem svona 6 þáttaferli, þar sem byrjaði með svokallaða verklýsingu og endað með full tilbúið skipulag, en við leggjum inn sem sagt 3 fasa samráð, þar sem byrjað í fyrsta fasa með að fá fram óskir breytingar og það handtökutum við höfum notað rýnihópa Gallups, skapandi samráð og netsamráð. Svo kynnum við gjarnan í öðrum fasa svona fyrstu hugmyndir úr þessum fyrsta fasa samráðs. Við vorum með svona 2021 og 2022 í Hlíðum og Háleiti bústöðum. Þar kynntum við til dæmis breytingar við bústaðaveg sem var svolítið svona umdeilt og svo erum við að vinna úr því. Og svo sem sagt í 3. fasanum þá kynntar lokatillögur og öllum þessum stigum hefur fólk tækifæri íbúar að koma á framfæri athugasemdum breytingar. Næsta takk. Já, bara áfram. Það hefur verið svona mikilvægust þáttur í þessu verkefni, það sem köllum skapandi samráð. Þetta
byggt á breskri aðferðafræði sem heitir Planning for Real sem gengur út á það að fá íbúa til þess að taka þátt í skipulagsvinnunni, hjálpa til við að búa til módel að sínu hverfi og svona nálgast hverfið svolítið svona fysiskt eins og þeir væru skipulagsfræðingar eða arkitektar. Við fórum með þetta verkefni inn í grunnskóluna, fengum 7. bekkinga þess að við byrjum í Árbæ og Breiðholti og fengum þessa krakka í 7. bekk til þess að hjálpa okkur að búa til þessi módel sem eru byggja á svona grunni sem við lögðum til og svo klippa þau og líma saman svona hús í aðalskipulagslitunum, mála og planta trjám og ræða svo hvað þeim finnst hverfin sín. Þetta hefur verið inn í þessari vinnu svona viku í hverjum skóla, við erum búin að fara í 30 og eitthvað skóla, þetta bara á annað 1000 krakka og það er rosalega gaman að fá innan af krökkunum, síðan hafa foreldrarnir þá komið eftir á, þá tengt þetta við íbúafundi og ef það fyrir næstu glærum. Þetta er rosa sniðu, var ekki einmitt sniðugt að gera eitthvað svona hérna í skólunum fyrir krakkana þegar að skipuleggja M22, hvað viljum við hafa hérna? Við gætum gert það sko, það var það sem ég fannst að við gætum gert sko, við eigum grunninn að þessu. Þetta er mjög sniðugt. Já, þetta er sem sagt svona úr þessari vinnu, við höfum farið í svona hverfisgöngur sem þá verið að segja frá hugmyndum, þetta er frá íbúafundum í Réttarholtsskóla. Við höfum verið að safna hugmyndum, þetta er úr vinnu í Laugardalnum og fáum mjög mikið af hugmyndum. Þannig að þetta er það sé alls ekkert fráleitt að fara í þessa vinnu hérna í skólanum og þetta við eigum þetta næsta. Það eru svona fleiri myndir frá þessu, krakkarnir hafa svakalega gaman að þessu. Þegar við vorum í Laugardal, það þarf svolítið húsnæði til þess að gera þetta og margir skólar það er erfitt að koma þar inn og það er erfitt að vera þar einhver tíma en við síðan Stafnsskóli henta fullkomlega í þetta. Við þurftum að leigja okkur sko inn í rýmið undir þegar við vorum í Laugardal því það var svo mikið þrengsli í skólanum og nánast engin félagsmiðstöð til og bókasafnið ekki á góðum stað. Þetta var svo betra í Árbænum. Best var þetta nú í Breiðholtinu því þar er sko Gerðubergi. En mér finnst þetta var langbæst hérna. Þar komu bara 1000 krakkar í heimsókn og komu á framfæri hugmyndum og foreldrarnir komu þarna líka og fólk var bara mjög flott. Næsta. Já, við höfum þá hluta af þessu þegar við höfum verið inn í þessu skólum þá höfum við verið semst í viku við vorum þarna í þessum 4 skólum í Laugardal, við vorum með svolítið mannskap í þessu og unnum þetta samtímis. Það byrjaði þetta oft með svona fræðslu við tókum með UNICEF fólk frá þeim til þess að tala barnalýðræði. Ég talaði húsin í borginni, fengum hann Jón Kjartan sem var þá skipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins til þess að tala skipulag, hvað skipulag, af hverju að skipuleggja byggð. Okkur tókst alveg að fara aftur til fyrsta skipulagða hverfisins sem var ekki stærri Tyrklandi fyrir 10.000 árum síðan og svo höfum við að tala mikilvæg grænu svæðana. Þannig þetta er hluti af svona fræðslu og þessi mál. Næsta takk. Já, þetta er bara meira sama. Áfram takk. Við höfum notað sérstök svona samráðstæki sem heitir Mapsumur sem er svona netsamráðstæki. Næsta. Það sem við höfum verið síðan að svona vinna með sérstaklega þegar kemur mannvirkjum hvað má bæta við og byggja við og hvað vantar. Þetta gildir nú kannski ekki svo mikið hér. Það eru sérstaklega áhugamál mitt eru svona 60s blokkir, 4 hæða 60s blokkir sem eru allar lyftulausar sem voru byggðar eftir svona sérstaklega byggingarreglugerð. Það sem ekki þurft að byggja lyftu í húsin nema þau eru 5 hæðir. Það þýddi að það urðu hús meira og minna í Reykjavík
4 hæða og án lyftu, nema svona einhverjum 10 hæða blokkir hérna í Sólheimum og svoleiðis stöðum. En þarna eru möguleikar til þess að gera eitthvað. Það eru milljónir af svona blokkum út alla Evrópu og Ameríku sem voru byggðar eftir sömu prinsipum og bjóða upp á möguleika á að til dæmis að byggja hæð ofan á, bæta aðgengi og fleira og fleira. En þetta á ekki við hérna. Næsti, takk. Þetta nú bara svona frá síðasta kynningarfasanum okkar í Hlíðum. Þar vorum við með íbúafundi, sýningu og vorum að reyna að ná til sem flestra með því að vera með svona björn úti við. En alltaf lendir maður samt í því að einhverju kvart yfir því að hafa aldrei séð þetta. Og þetta er kynnt á samfélagsmiðlum líka. Næsti, takk. Afurðirnar út úr þessu, þetta eru afurðirnar í Hlíðunum, verða sem sagt hverfiskipulag fyrir eitt hverfi sem samanstendur af almennri greinagerð og skilmálum og skipulagsuppdráttum. Hluti af þessu eru leiðbeiningar sem eru þá svona ýmsa þætti skipulagsins. Það fylgja þessu verklýsing, það þarf að gera byggðakönnun eða húsakönnun. Það er samráðsskýrsla sem við gerum grein fyrir öllum þessum stigum samráðsins og svo þurfum við að svara öllum innkomnum athugasemdum og þessu er þá reynt að gera þetta aðgengilegt á okkar netsíðu. En það er verið að þróa nýja svona hverfasjá þar sem á að vera miklu auðveldara að fletta upp öllum svona heimildum og svona, hún er svona stækkuð útgáfa borgarversjá. Næsta. Já, og ég ætla bara svona að segja ykkur það að það er sem sagt niðurstöðurnar af samtalinu og samráðinu við íbúa, við samráðið svona 3 meginhópa, það eru íbúar og hagsmunaaðilar í hverfunum. Við þurfum að eiga samráð við ýmsar skrifstofur og deildir innan borgarinnar, skóla- og frístundasvið, velferðarsvið og menningar- og íþróttasvið og þar fram til göttunum. En líka aðra aðila eins og Minjastofnun og nærliggjandi sveitarfélög og vegagerðin og strætó og þar fram til göttunum. Við reynum að gera grein fyrir þessu í þessum samráðsskýrslum. Næsta. Já, ég veit ekki hvort ég á að fara í þetta. Þetta er svona hvernig við byggjum upp hverfiskipulagið, skilmálana. Næsta. Það er sem sagt fylgja þessu svona leiðbeiningar sem fjalla þá húsagerðir hérna ýmsum gerðum, til dæmis í Hlíðunum þar sem voru nýlega. Þar eru mikið húsum sem byggt á þessu tímabili 40, 50. Þar var ekki skylda að setja svalir á húsin. Það þótti lúxus. Nú er það orðið svona skylda bara på flóttafleiðir og þá vorum við leiðbeiningar það hvernig eigi að halda svona yfirbragði húsanna á og setja á það nýja svalir. Fjölgun íbúða, það er mikilvægt, starfsemi innan íbúðabyggðar og svo eru svona leiðbeiningar útfærslu lóðar, almenningsrými, blágrænar ofanvatnslausnir, ljósvist, hverfiskerna og við erum að bæta við stöðugt fleiri leiðbeiningum. En þetta er mjög hjálplegt fyrir sem sagt notendurna á hverfiskipulaginu. Næsta, takk. Já, þetta er nú bara það sem Haraldur er búinn að sýna. Já, áfram. Já, bara áfram. Tók bara með þessa loftmynd. Má ég aðeins trufla þig? Já. Mér langar óbúðslega mikið þess að spyrja. Nú er þetta skipulag í kynningu, er það ekki? Jú, skipulagið sem var með þarna og hlutum heitt, hvað var það? Já. Þú erum að spyrja að kalla því. Já, ok. Ég er búin að missa hann út. Já, hann er ekki stað. Já, það er í. Já, það er hann í kynningaverði. Það er í kynningaverði, sko. Já. Og samráðsferli og allt hvað þetta hefur. Já. Ok, það er fínt að búið að staðfest, svo býðum við eftir það. Já. Næsta. Búið. En þess að segja, við erum ekki, við sjáum þetta
sjáum það ekki alveg fyrir okkur, við meiri þörf fyrir okkur í Vesturbæ og Kjalarnesi og Laugardal. Við bíðum svolítið með það að koma hingað. Þetta er svona nýtt. En myndu, eins og göngustígarnir útivistarsvæðin upp í Úlfarsfelli, myndi það eitthvað komin í þetta? Nei, ég myndi... Því það er eitthvað sem hefur verið að kalla eftir og ég heyrði í mönnum frá Útilífsborginni og voru menn að tala að þetta væri að það vantaði tilfinnanlega skipulag fyrir þann hluta. Já, ég held að það væri betra að setja þeim í sérstakt deiliskipulag fyrir þessi útivistarsvæði. En ég held að þetta með, sem þú varst að nefna, með að gera svona, það er í svona vinnu í skólunum hérna og hafa svona íbúafund og fá fram sjónarmið íbúa sem í fyrsta passa að við eigum búin að láta búa til módelgrunn fyrir alla borgina. Það væri alveg upplagt. Já, það er þetta. Og þá var þetta að koma fram þar í fullt af sjónarmiðum og út úr því kæmi skýrsla sem væri þá hvort sem við nýtum hana í þessa vinnu eða framtíðarvinnu eða hún nýtist bara í eitthvað aðra skipulagsvinnu. Já, þú segir hérna í þessum nýri hverfum sem við erum að vinna eftir deiliskipulagi, en hvaða áhrif hefur eins og til dæmis hvað þessi grá og Ólafssonar er komið svona stór hverfi eins og Keldnalandi inn. Breytir það ekki eitthvað hvernig maður hefur hugsað það skipulag sem eins og grá eða Ólafssonar? Það var búið að færa dálítið til að fólki. Já. En það í rauninni það er betra að takast á við það í aðalskipulaginu og þessum sérstöku deiliskipulagum sem eru á þeim svæðum heldur í hverju skipulaginu sem er meira hugsuð fyrir byggð sem er að verða að þróa áfram. Þannig myndi ég svara þessu. En af því ég er ekki sérfræðingur öllum þessum mismunandi tegundum af deiliskipulagum, aðaldeili hverfis og alls konar. En bara svona einfalt svar er sem sagt með þetta sem hann var að svara áðan, segja hérna frá áðan, hann Hallgrímur, Haraldur. Er þá bara til 2040 þá á að gera þarna M28 sem er kannski mögulega, hugsanlega, örugglega lífskjarna en samt ekki 100% öruggt. Er það sem á að byggja og svo bara mögulega kannski M22, það var bara sett út inn vegna þess einhver sem átti landið bæðum þetta. Það er svona grásvör. Ég hef til að koma svona, já, þá byggja hana... Þú verður aldrei Haraldur að segja já eða nei. Nei, ok. Nei, það get ég alveg bara... Nei, fyrir mér er þetta bara, er þetta 55 pluss, já eða nei? Hvað þýðir það? Getum við líka bara alltaf breytt þegar við byrjum að byggja? Það vill enginn eldri borgar búa hérna þegar við sem það langt í burtu, þannig viljum bara búa hérna í barnfjölskyldum. Geta það breyst svona on the way eða? Þetta er náttúrulega á skóla, hvað skólarnir þola. Skólinn er skólinn það þolir þetta ekki. Já, ekki að það sé svarið. En ég skal svara, það eina sem ég get svarað, það eru í rauninni 3 skipulagsstig, nei það er 4 skipulagsstig á Íslandi. Það er landsskipulag, það er svæðaskipulag, við erum með svæðaskipulag fyrir allt höfuðborgarsvæðið, svo er aðalskipulag og svo er deiliskipulag. Og hverfiskipulag er deiliskipulag. Það er bara deiliskipulag fyrir heilt hverfi, meðan svona hefðbundið deiliskipulag getur verið fyrir einstaka lóðir eða minni svæði, sko, eða jafnvel mjög stór svæði eins og þá Keldnalandið sem Ártúns höfðan líka sem er reyndar rammaskipulag stórt og svo eftir með mörg minni. Þannig sé ég ekki að fjölga mikið. Það er gert ráð fyrir 49 íbúðum það verður 28, já. Og þessi byggð sem er fyrir fram að Gæfutjörn og það 55 pluss, ef það verður þannig. Það eru fyrst skipti sem ég heyrði þessa tölu með fjölda íbúa, ég hef aldrei heyrt þetta áður sko, þetta átti bara að vera blönd byggð og eftir að skipuleggja algjörlega frá allu lög, enginn tölu þetta áður. Þetta eru búin að kynna verið sjálfur. Þetta er heimildi sem er í, það er lögulegt, sko, þetta er bílfæðar og eins og ég segi það er þessi ákvæði aðskipna með fyrirvara sko að sýnin fyrir svæðið er rauninni þá eftir að taka hann það. Hérna er rammaskipulag útivistarsvæðis. Mér langar að spyrja út í hérna Leirdalið.
Það er heimild fyrir stækkun Leirdalsvallarins, Fiskigólfvallarins, upp í 18 holu fiskigólfur. Þetta er í kynningu. Það er löngu komin 18 holu fiskigólfvöllur þarna frá. Fyrir utan að það er líka komin æfingavöllur fyrir utan Leirdalshúsið. Leirdalshúsið er ennþá þar sem það er þó að það hafi verið skipulagt annars staðar. Og svo frá þess, hvernig stendur á hvað er hægt að gera í svona? Þetta er rammaskipulag er ekki formlegt skipulagstig, sko. Ok. Það hefði þá, eða þetta að gera eitthvað skipulag fyrir nátt, þá verður þetta deiliskipulag. En þetta er nú mannvirkjagerð sem er kannski ekki þess eðlis að festir það til að vera að gera festa þetta niður í deiliskipulag, sko. Þetta eru stór áhrif á útivistarmöguleika niður í Leirdal, sko. Já, það getur verið eðlilegt að við hefum ekki sett, sko, í þetta frisbee golfkörfur er ekki endilega hafa ekki verið festar hérna niður á deiliskipulagi öðrum. Við erum með, sko, það er klukkaðum á Kambratúni. Kambratúni er núna hluti af þessi skilmálaeining í hverfisskipulagi. Það er ekkert verið að sagt, sem bara í almennum texta, en þú ert ekki að festa það í deiliskipulagi. Þannig að ég get basically farið bara hvert sem ég langar í Reykjavík og sett upp alls konar körfur eða alls konar dóttar í sem mig langar til. Það er samræðið við landið vantarlega, sko. Það er með landið, sko. Er það ekki íbúar? Nei, það er borgin. Já, en ef þetta er alveg ofan í íbúabyggð, þá náttúrulega er alveg... Þetta er alveg ofan í íbúabyggð. Þetta er orðin einn aðal keppnisvöllur á landinu. Þetta er mjög óþægilegt að hafa þetta svona án þess að nokkuð samráð sé haft við íbúa og það er óánægjulegt af þessu. Þetta er græntasvæði náttúrulega í aðskipulagi og þá hefur það ekki, en sko það er alveg góð spurning, sko. Þetta er eitthvað sem lög og reglugerðin á að geta vel undan, kannski. Þetta er ekki jarðföst mannvirki eða neitt slíkt, eða. Það er ekki spurningu sem kom með að frammi og það var ekki tilefni til að fara í skipulagsvinnu fyrir einmitt útivistarsvæðin hérna, Granna og er það eitthvað áfram? Það var gert rammaskipulag fyrir Hólmsheiðina og síðan hefur oft verið rætt sko, þetta heildarskipulag útivistarsvæði sem var gert sko, er í grunni til frá 2014. Það eru tíðanast þar að huga að því sko. En við sáum fyrir okkur fyrir frekar þá deiliskipulag fyrir þessu útivistarsvæði. Frekar heldur en að það væri gott, það þarf kannski að endurskoða líka heildarsýn sinni í aðskipulagi. Við höfum oft rætt það, sko. Það er þá sér verkefni, sér breytingu aðskipulagi sem tækir svolítið græna, já, allt græna í aðskipulaginu sem er milli og í gröndi íbúðarhverfi. Ég má aðeins hugsa yfir þessi mynd með þennan Leirdalsvöll og þetta útivistarsvæði að miðað við áform sem ég hef séð sem er nú svona einhver skuggaskjöld kannski þá er þetta hugsa eins og komið fram sem einhver aðal frisbee-völlurinn, allavega hann var höfuðsvæðin kannski. En það þýðir náttúrulega þessa umferð líka því að þetta er á þessum stað í hverfinn. Umferðin, þetta er mikið af þessu spilarar sem er annars stað og öðrum hverfinn. Umferð er bara að skera alveg hverfið og nú fengt maður á leikskólanum eftir 30 km um fötunni og alveg þetta inn. Mér finnst einhvern veginn að þetta hafi ekki verið skipulagt neitt, þetta hafi bara verið eitthvað sem hefur plantað þarna niður og valið sér þetta og síðan þegar það komið hælinn inn fyrir því að trána þá treður þeir áfram. Af því að það hefði alveg verið skólasmöld fyrir þannig að umferðina er til dæmis sett í markinu sér Einsvall. Þá var keyrt á milli hverfanna, aðkoma hefði getað verið þar og þessu svæði líkt þarna er útivistarsvæði sem var bara tekið yfir. Það skókvöldaður sem karlum lefum sér á brennum var á brennum og fæðir. En það er bara búið að ýta því öllu út. Og þetta var fjölbreytt, þetta var fjölnotað svæði fyrir hina og þessa. Þetta var notað fyrir frístundaheimilin, fyrir skólana og fleiri. Núna er það enginn sem kemst þar inn nema frisbeegolfið. Það er enginn sem að færa aðgang að þessu vegna þess að það hentar þeirra starfsemi ekki að fá aðra inn.
þeir bókstaflega fleygðu út börnum. Það finnst mér alvarleg parturinn í þessu öllu saman. Þetta er eins og við höfum bara flutt ákveðin hluta af Laugardalsvellinum þarna upp eftir. Án umhugsunar. Fyrst framkvæmd, Dófríks og framkvæmd. Vitið þið það? Það var ekki ITR, heldur nýja sviðið hérna, íþrótta og hvað heitir? Menningarlandganga. Nei, gamli. Það var senda. Við fengið þetta inn á. Já. Það má vera það glemir ekki lengur þarna, það er bara sem gestir, já. Allar sem gestir. Já. Það er ekki allar sem kemst að á þessum stað núna heldur en þeir. Og íbúar íbúar þurfa að víkja ef það er stórt mót af vegum frisbeegolfs sambands Íslands. Það er ekki eins og frisbeegolf félagið. Já, í þér hefur alltaf ekki sagt þetta. Þetta er mjög svona umhugsunarverð. Ég býr nú að því nákvæmlega. Ég held að þessi starfsemi hún aldrei verið kynnt og sem einhver breyting eða möguleiki. Nei. Það heyrði það frisbeegolfið og fagnaði því þegar þetta lífspannar að þessi ekki á því að það takast að nýja. Já sko, frisbeegolfvöllurinn 9 holu, hann var settur í kosningu í hverju mið. Hann fekk kosningu. 18 holuvöllurinn fekk aldrei kosningu. Hann fór í kosningu. En hann var felldur. Þannig að þá var hann settur í þetta skipulag. Hann komin í fjárhags- og viðhalds og í þetta nýja sem við vorum svo umsögnum. Já, einmitt. Þannig að það er búið að smygla þessu öllu inn einhvern veginn bækurum. Það frisbeegið breytist í búmerang. Já, og en ég langar líka að tala hverjum skipulag. Hvað myndi þið segja ef það færu 12 bílar Öldugötu og Bárugötu 8 sinnum á dag? Það eru hús, ekki megin. Hvað myndi þið samþykkja það? Það er það verið að Hvernig bílar séu? Torfæri hjól. Torfæri hjól. Þau eru fjárhjól. Það er sko fjárhjólin. Það er Safari-hjól. Já. Það er björnsvell. Já. Það er mitt svolítið áhugavert það sem hefur komið inn á fram varðandi frisbeevöllinn. Að það var starfsmenn ekki kynnt. Fólk sem kaupir sér íbúð við Skutulsbraut. Að það var ekki kynnt fyrir því að það yrði fyrir rosalegum hávaða og fjölskyldur fyrir mikilli slysahættu á Skutulsbrautinni. Og það er fyrirtæki sem að keyra þarna 8 til 10 sinnum á dag. Það er bara nokkuð mikið. En nú er náttúrulega búið, þetta er komið núna, það er verið að finna lóð fyrir þetta tekur bara alltaf bara tíma. Við fórum strax í þetta í haust, það er fyrir árið síðan og þetta er komið að það er verið að finna lóð, atvinnulóð fyrir þau, eins og þeir tilkynna okkur sjálfur. Þetta er náttúrulega ökutæki, laglega ökutæki á númerum með og þeir sem keyra það með bílpróf, það er náttúrulega erfitt. En það er líka, gæfutekni var líka seld sem útsýnisíbúð, en þið sjáum það er verið að byggja, það er alls konar sem að leynist í öllu sem það er. Já, ég bara þakka fyrir að það er búið að ræða við þá. Ég vissi það, ég vissi að heilbrigðisnefndin með Reykjavíkurborg hafði samband við þá og þeir komist að því að þeir væri með lögleg númer og það veit enginn, ég meina, þetta fólk kann það að gera, það er það fólk með bílpróf sem gerir þessu. Já, er það 17 ára og eldri? Þú þarft að vera með bílpróf til að fá að keyra þessu. Ég er ekki alveg viss, það er búið að vera ýmislegt þetta í blöðunum torfærihjól. Torfærihjól er ekki og stúlku. Við vitum ekki alveg hvað við erum að leyfa í þessu hverfi og er þetta hluti af hverfaskipulagi. Spyr ég bara. Nú get ég bara ekki svara, ég hef aldrei fengið spurningu. Er þetta sko dekkskipulag og hverfskipulag og aðskipulag ná ekki utan? Nei, þetta er starfsemi sem er í hverfi, eða þetta er ekki í hverfinu, eða þú utan hverfi þurfa að keyra í gegnum Skutulsbraut til að koma sér tilbaka.
Þetta alveg bara Ef við fara stíga í borgarlandi, þá er þetta reglan. Já, þeir fara á götu stígum. Já, og þarna þurfa þær að stoppa. Það er náttúrulega strætó, þarf að keyra og komast. Fjölskyldur þurfa að komast þarna á sínum bílum. Og þetta er bara hrikaleg staða stundum. Og það er þú veist, oft í fréttum, var eitthvað sem ók réttindalaus á fjórhjóli og hún braus á fjórhjólinu. Þetta er bara eitthvað sem við getum ekkert litið framhjá. Þetta á ekki eitt dag. Við þessum að spyrja ykkur, þetta væri á Öldugötu eða Bárugötu í Reykjavík, haldið þið að íbúarnir myndi sætta sig við? Eigum við ekki að taka þessu umræðu þegar þeir eru fallið? Já, ég meina, við erum bara svo gott. En þeir koma... Jú, það er svo gott að þeir heyri þetta. Ég þurfum að heyra þetta alveg, en þetta er ekki það sem við fengum að vera fund til að ræða skipulag, hverfiskipulag og deiliskipulag. Þetta er komið fyrir borgarráð. Það var þetta atvinnuleg fyrir Safnarhjóli. Ég var að hafa sjálfsamband við þá. Þeir tilkynntum að þeir voru að bíða. Þeir eru að bíða, þetta tekur bara tíma. Og meðan þeir eru að bíða nýra atvinnuleg fyrir starfsmenn, þá vorum við að keyra þetta í gegn. Og jú, það er vissulega náttúrulega pínu ónæði aðeins fyrir það búið við kannski, en þú veist, maður sér sem alveg síðan, það er ekki allir sem bara ónæði. Þannig að þeir sem verða ekki fyrir ónæði, það er nokkuð íbúar vegna það, það búið í flötunni fyrir neðan, í Kummelhverfinu. Það er ekki þeir sem búið að Skuggsfjörðinni. Nei, þannig að þú veist, það er búið í flötunni fyrir neðan, þá heilir ég mjög fána. Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að þeir heilir þessu hverfum. Hann er talað bara um skipulag og við skulum allavega skipulag og þetta er bara eitthvað og hvað á fyrirtæki að fá langan tíma. Það er bara fyrir lóðinu sem við skrifum. Það getur verið 1 ár, hvað getur verið 2 ár, og meðan brunara fram og tilbaka. Mér finnst þetta óásættanlegt. Mér finnst það að borgin eigi að gera eitthvað til þess að stoppa umferð þessa götu. En nú ætlum við að klára það sem tengist þess að þeir geta svarað einhverjum spurningum á fundinum varðinu sem tengist. En það sést ekkert sem við kemur þér eða? Já, ég segi, þetta er ekki beint, kemur ekki inn á hvert orð og hefur ekki komið. Þetta er bara svona þess að hugsa þetta. Þannig það þarf að skrifa ykkur þannig að þetta fara ykkur á borð. Þetta myndir sannlega lenda á þessu. Það væri samgöngudeysi. Heilbrigðisráði og eitthvað, en heilbrigðiseftirlitinu. En allan að þú veist, þá vitið þið það að það er skipuleg starfsemi, atvinnustarfsemi sem að keyra í gegn mjög þrönga fjölskyldugötu. En Ingi, þú varst með... Þetta fyrir þessu kynningar. Nú veitum maður finnst mér þetta. Það var ekki að Úlfarsvelli og maður tala bara selinu. Það er kannski ekki til mjög sjálfna, en það mætti svo sem alveg í framhaldinu, svo farið ykkur að vinna meiri með þessi útvístarsveið og tengingun inn í hverfin. Þessi ómsegir mjög unnugin, en mikið það í Skokkum sem nýtt þetta mikið. Þannig að mínum er mikil möguleikar það til útvistar. Það verður þá að vera allir sem hafa aðgang inn ekki bara ykkur ábyrgðir. Og skilgreina jafnvel maður séð fyrir sér. Það er ekki mjög margar svona aða leiðir inn á þetta svæði. Þetta setjum koststanda með leiðunum sem verður og cirka vegalindum. Það er Rauðá, það er með Leirdalinn og Reynisvatn. Og síðan mætti alveg vera betri tengingi yfir fyrir ofan á milli Úlfars Hellsins og Hólmseyjar. Þetta er mann að ræða alltaf niður á brúna eða þá að fá götu í það. Það er gaman að fá tengingu hérna á milli því það er stíga hér upp með svona östnamölu. Mér langar kannski aðeins að bæta við málum mitt að ég tók upp hérna fyrir 1,5 ári í íbúðaráði og ég þakka Birni fyrir formaður íbúðasamtakanna fyrir hvað hann tók vel þessu máli og vann í þessu máli. Maður hefur líka verið í sambandi í varðandi þetta mál. En nú er rosa mikla kvartanir yfir þyrluflugi
þá var bara sjálfur á þetta kannski bara á ríkisstjórnarborð. Svandís Svavarsdóttir kom í fréttum. Þetta væri orðið svo mikil hávaði fyrir fólk. En þú veist, þetta svona svolítið svona smá mismunun. Þetta úthverfi, Úlfarsárdalur, bara allt í lagi, allir bara þangað, engar reglur, ekkert öryggi, skiptir engum máli. En það kannski eldra hverfi og fólk heyrir einhvern óþarfa hávaða, þá virðist bara strax vera brugðist við. Finnst þetta bara alveg svakalega skrítin sýn sem að maður verður við. Já. Það líka verið kvartað yfir áðarflugvelli. Já. Og ekki verið með alltaf lista. Við þurfum eiginlega að fara. Já. Herðu, þá að skjóta inn hérna þá örstuðum spurningum, það sem kannski ég geti svarað. Við náttúrulega búið að vera núna að berja svolítið í langan tíma að reyna að taka til að lóðum hérna sem eftir að rísa og svolítið búið í gísningu og við fengum með þess að mann svona aðila hérna sem var sjálfbáli, gekk hérna hverfi, tók myndir af þessu öllu og við sendum þetta allt inn og þetta bara eins og við bara kveikt í einhverju, þetta var ekkert kom út úr þessu. Hvað verið að gera eitthvað til að ýta eftir þessu lóðarhöfum? Þetta bara drasl út allt og þetta bara hættulegt semstað. Hefur eitthvað frá ykkur komhingar, skoðað aðstæður? Við þurfum að senda þetta bara að bóka og senda þetta erindi á bíljóð. Já, þetta bara orðið, það bara spurning frá næsta skref hvað við getum gert til að reyna að ýta eftir okkur. Við alltaf verið að gera eitthvað, senda bókanir hingað og þangað, það gerist ekki neitt. Nákvæmlega. Þannig að við vorum að tala um þetta í 2 ár. Já. Og þetta eru verktakar sem eru notandi lóðir sem ekki í framkvæmdum bara sem lager og geymslu fyrir annars staðar. Það þetta í líðan. Við erum með eftirlitsdeild líka sem vinnur reyna með byggingarfulltrúi, þannig að það svo deild sem ég veit ekki, það ábendingar við þar en ég veit ekki hvort þið eru búin að senda þar inn. Það verður kvartað þessu miklu lengur en 2 ár. Það er bara hérna inn, bara í miður byggingarfulltrúi og virðist bara það virðist lítið gerast og hann gæti sennilega verið miklu harðari eða hans eftirlitsmenn. Já, þetta byggingarfulltrúin hefur byrjað, þetta eftirlitsdeild sérdeild sem sérdeildastöður núna. Það var bara byggingarfulltrúi frá Næsti fundur, byggingarfulltrúi. Næsti. Tökum bara fólkinu. Hvernig eru að röfla næst? Gamli byggingarfulltrúi var ekki Sædal bara fólk var bara hrætt við hann allan bæ. En varstu eini viðbót varandi húð. Og Stíklason stóðu þarna, hvað þýðir að bíða lengi? Þetta núna hver voru 20 ára. En ég bara spæði, hvað vil ég bíða lengi? Ég bara með venjulega fjölskyldu, mér myndi ekki í huga að fara í eitthvað hverfadóti, bara stóra lágverkna sem getur vikuna. Ég myndi aldrei labba, þannig að ekki hjálpa mér neitt svona göngufæri. En ég sé ekki eina fjölskyldumann sem vil nákvæmlega gera svona til þess að Þannig hvað er svona ásæðið tíma Þú veist að það koma bónusverkur. Það en börn eru að flytta heima. Það ekkert alls að þetta verslunarhúsnæði sem þarna þessi möguleikar sem við skeggingsbúrstuna það ekkert langt síðan að það að fullklárast núna. Það ekki alveg klára kannski sumtaðið, en það að auðlýsa eftir aðalum. Það búið að vera ganga til bæði bónus og krónuna, það verðist ekki ganga eftir átt. Sérstaklega nú þegar að koma á Blíkastalandi og bónusverslun og Rúmfatalagir sem bara hjá Korputorgi Bræðinslengra sem koma þarna, þannig að það var búin samþykja það fyrir það var ekki betra fyrir engar. Já, líka bara þessu við ráðum í mínum að innlega við erum það með 20. Þetta er fyrsta húsgóðin á fljóðinglingi, 98. En það er ákvæmlega hérna. Nei, ég veit að batteri og átsett Það er netto krónabónus. Tíma á aðverðlega ekki vel það fyrstur en það er spurning með lágurverslun það er svona mál treyst sér inn á þetta litla rými sem eða litla, þetta er samfélag stórt rými Já, það vantar bílastæði
Já, það engin bílastæðum. Það samt alveg svona 15 bílastæði, við erum múin skoðið hjá Freyr. Já, menn að lappa í fróstinn með 4 poka upp brekkurnar í. Já, og niður. Þetta mjög falleg hugmynd, skilur, að þið langar til að lappa þá hérna á lífskjarnaveginum til þess að taka heilsugönguna fyrir 2 lítra mjólk og 1 brauð, skilur, en kannski ekki fyrir þá sem er með fjölskyldu. En af hverju að gera krafa að byggja verslun? Hver gerði kröfu á þessu byggingaverslun að byggja verslun? Þetta er vantarlega skipulag. En þú veist, það verður ekkert hugsa nema bara byggja þetta og hvað svo framhaldið, skilur? Þeir fara leiðið út, við fáum bara dekkja verstaði þannig að síðan fyrir mér. Ég hugsaði breytir svo frekar íbúður, eða kemur enginn að næstu svo. Það er marga hönnuða sko að hanna Reykjavík sko eins og Barcelona eða París eða Lyon, þar sem að bara í alvöru fyrir út í bakari og sér fólk koma á inniskónum og náttstofnum til að sækja. Já, það er svolítið þannig í grísi. Já, maður sér það ennþá sko, og það er eins og draumur í sig að bara gera Reykjavík eins. Þetta fengst aldrei. Þannig að bætaði við Reykjavík var svona svolítið. Já, það var svona. Já. En það er löngu liðin til. Já, það er kannski fyrir að leiða þessum stórum lágurverslanum bara að koma. Það er einu út á landi, skiljum við bara að lítið kjartaði. Herri, ég er að standa Ellen. Það er spurningar ein og ein svo ætlum við að leiða gestunum okkar að fara og þakka kærlega fyrir komin. Einstuð, er hægt að semja við ykkur að til dæmis setja upp einhvers konar skipulag fyrir frisbeegolfvöll í Laugardal, þar sem hann ætti heima? Alþjóðlegan völl fyrir frisbeegolf. Þjóðarvöll. Hann er í Fossvogsdal, sko. Það er ekki alþjóðlegur, það er völlur í Fossvogsdal sem er þurrufnótaður. Seinstu spurningin sem þú leiða gestunum. Herðu, já, ég er að velta fyrir mér. Halli og eitthvað borð, það er svolítið umferðarmálin hérna inn í hverfi og eitthvað svona. Nú erum við náttúrulega eina punkt þarna sem við keyrum í ljósin þarna hjá KFC og húsasmiðjunni. Þetta er rosalega illa stillt ljós og við höfum verið að benda á, koma alls konar hugmyndir. Þetta er nánast skotið jafnóðum niður og við langar svona að sé allan einhver komið þarna að og reyna að koma svona, hvað sé þetta bæta. Það er ýmsar hugmyndir að koma með þarna einhver afreinar þarna hinum með út frá Krónun til að létta þess á þessu og það er svona ýmsar leiðir, jafnvel spurning hvort að hringtorg geti passa ágætlega, flæðið virðist verið jafnt úr öllum áttum cirka. Bara svona, hvar væri þetta að byrja þessa umræðu og fá einhverja aðalega svona til að koma að borðinu og svona skoða með okkur, svona að við vitum að sé eitthvað í gangi, þetta var bara eftir að aukast þarna umferðarteppanum. Hafið þið verið þarna álastíma? Bara spyr. Þið áttum ekki langt framtal við skrifstofu samgöngustjóra þetta árið síðan, akkurat þetta sko. Ég held að það kom bara engin svör þar. Við bara erum bara kastið upp hérna einhverjum boltum sko. Þannig að það kom frá framkvæmdinni samgöngustjóra. Þeir vissi ekki neitt bara, En ekki, ég myndi mæla með að fá byggingu frá samgöngustjóra næst. En við fáum byggingu fyrir næst, en við þökkum að Já, bara takk fyrir. Af því að hann, hvað heitir aftur? Trausti fékk að spyrja ykkur að við flutning á frisbeevellinum og þá óska ég eftir því að þið látum flytja þetta safari fyrirtæki annars. Já, það er nóg að gera fyrir ykkur á morgunsvaka. Ekki eftir ykkur á. Ekki að gera þetta. Skulum bara taka það að okkur. Nei, það er ekki okkar borðið. Það er kærlega fyrir. Takk. Gera mjög hjálpingum. Þetta var gaman. Þetta ritari í heimil. Ég myndi ég. Já, þú skrifar niður það sem ég spurði það á. Nei. Er þetta í óskarti því að verði bókað? Það er bara... Eða það verið tekið fram í fundaritum? Já, við skrifum bara fundingar eftir verklagi sem okkur er uppálagt. Það skrifst þið á borgarstjórnar. Fulltrúar ráðunni geta lagt fram hér bókanir. Já, alltaf en ég bara bið að það sem ég ræði komið fram í fundaritum. Það gerði það fyrir, Majas, það gerði það fyrir 1,5 ári. Er í lagi að komið fram núna? Já, þá sendur inn erindi á fundin. Sem var lagt fram. Og við samþykktum bókun þá. Nei, við samþykktum ekki bókun. Nei, við samþykktum ekki, við fórum í fyrirspurn. Það sem var býsna greinilegt, og svo sem hefur verið rakið áður. Það sem var býsna greinilegt í samráði við heilbrigðiseftirlitið var það að þeir ætluðu að ýta þessu á undan sér vegna þess að þeir höfðu ástæðu til að ætla
að þessi starfsemi væri að flytja. Já, hún er að flytja. Hún væri að flytja innan mjög skamms tíma og þeir bara virtust meta það þannig að það væri í rauninni myndi máli leysast þannig sjálfkrafa. Og það er verið að tala þannig að það sé að gerast. Ég held að þetta hafi meira sé að verið, ég held að það beinir fyrir samþykkt í borgarráði. Að því sögðu náttúrulega ætti þetta fyrirtæki eftir að framkvæma og þeir eru ekkert fluttir. Óskar eftir að borgarráði samþykkið að Safari hjól og vilja fyrir það. Þannig að þetta er innfæll, það er enginn að hunsa þetta, það er allir að geta bætt. Hvað get ég skrifa niður svo að það færi fundarritin? Er það tillaga frá mér? Þú getur sent erindi á ráðið. Eftir fundin? Ég er á fundinu. Já, við erum bara með, við búum til fundar með viku fyrirvar og þar er dagskrá setti. En þegar síðast ég kom, þá var ég ekki búin að senda þitt inn viku fyrir. Þú sendir, þá hefur ráðið ákveðið að taka málið til umræðu. Já, og það er búið að vera í umræðu núna og ég óska eftir því að verði tekið til umræðu hér. Já, þá þarf ráðið að samnast það. Það þarf að setja inn á dagskrá Safari-hjólin. Þú ert sérst að leggja fram núna að við setjum sérstaklega leið inn á dagskrána, bætum inn á útgefna dagskrá, sérstaklega leið þar sem við ræðum Safari-hjólin og kennsluverulegum skipnum. Já. Ég bara bið það sko. En við erum búin að svara þess. Það er með önnur svör, þannig ég get alveg neitað. Eftir þá að segja nei í það. Ég er hérna sem íbúi í Úlfarsárdal og ég á fulla rétt á því, náttúrulega tjá mig eins og ég er búin að fara. Algjörlega. En ég er líka óska eftir því að aðri íbúi sjáu að ég kom hérna á fundinu og ræddi þetta mál. Þess vegna óska ég eftir því að komi fram á fundinu í fundarritinu. Máli er náttúrulega ekki dagskrá, ekki nema ráðsmenn ákveða að taka eina dagskrá. Þá bara... Maður ber ekki bara önnur, eða málefni hverfisins og sem minnstar á þetta. Við erum ekki óbundið þeim lið. Ef þið viljið setja málið á dagskrá, þá gerir þið það bara. Það er ekki sætt að taka málið á dagskrá og ræða á næsta fundi vegna ábendinga frá íbúa. Það er eitthvað reyndum. Já. En ég er ekki að bara ekki dagskrá. Svo erum við bara með málbúr hverfis, þá ætlum við að leyfa Kjartan aðeins að reyða það sem hann hefur verið að skrifa um hverfi, að það er margt áhugavert sem hann bendir á varðandi umferðaröryggi og gatnamótin og... Já, en þú veist, þú finnst þetta áhugavert sem ég er fram að fara. Já. En þess að ég sé að álesa Kjartan því ég er búin að mikið eftir hann. Já. Og ég bara alveg hlusta mjög mikið eftir hvað hann hefur að segja. En ég bara óska eftir því að þetta fari í fundarritun. Já, við þurfum alltaf að taka máli, það sést ekki hvort það verður fundur, við þurfum að taka máli inn og setja í dagskrána. Það er ekki rétt hjá það. Það er hægt að hafa þetta í fundarritun. Já, ég fer bara eftir því verklagi sem mér er uppálagt. Ef það er óskað eftir að taka þetta máli dagskrá, þá fer það í fundagerð. Það máli hefur verið til umræðinnar, en þá þarf ráðið að taka ákvörðun það. Já, vil ég þá bara ekki ákveða það, ráðið. Ég syns að það er að fara fram á það. Þess að þetta er mikil sviði fyrir fólk sem hefur verið ræðildar við mig. Það er mjög erfitt að vera að taka þetta mál upp á samfélagsmiðlum vegna þess að þeir sem búa í götunum fyrir neðan að þeir segja að þetta er náttúrulega ég heyri svo lítið en þeir sem búa á Skeifnisberg þeir eru bara virkilega að ræða þetta. Að þetta trufli og það er bara líka, við sjáum alveg hvernig þeir keyra, við sjáum alveg hvernig þeir snarbremsa þegar kemur kona með barnavagn og þarf að komast yfir og við erum að horfa á staðreyndir, við sem erum á þetta Skeifnisbrautinni og við viljum þetta komið fram að þetta hafi verið rætt í íbúaráði. Gæti það verið lausn í málinu að ráðið samþykki það að fela formanni að leita upplýsinga stöðu málsins fyrir næsta fund. Það er ekki bara kjörið þessu. Þá er þessi Safari hjól klukkuð í hérna keppni. Já, hvernig er það á það? Með þessum hætti. Með þessum hætti. Hérna íbúaráðið samþykkir að fela formanni
fyrir næsta fund að leita upplýsinga hver staða mála sé varðandi á þessari lóð sem vilir á þessari lóð sem Já, varðandi starfsemi Safari-hjóla í hverfinu, er það ekki bara Já, vegna áhyggna frá íbúum á Skeifnisbraut. Já, en við getum ekki alltaf tekið, þá þarf fólk að koma á staðinn. Ég er á staðnum. Já, ég vil þá verður að vera með umboð fyrir öllu. Ég veit að það hefur eitthvað smá umræðum þetta, algjörlega ég bjóð þarna. Þannig að en við getum ekki sagt vegna allra íbúa í hverfinu, það bara ekki rétt. Ég var ekki að segja vegna allra, vegna íbúa í hverfinu. Svo liggja dátt í hlutarins eðli úr því að vera að fela formanni að leita upplýsingar stöðu málsins og það sé ekki gert út í bláinn, sko. Þannig að ég held að það sé nú alveg ætti að vera alveg nóg. Mér finnst alltaf að koma fram að það komi frá íbúa í hverfinu. Íbúum. Ég skal og ég sé ekki að skrifa þetta og þá bara margir búin að vera í sambandi við mig. Fólk mjög óánægt. Það bara mjög óánægt. Þetta ekkert grín. Mætti líta aftan við en kvartanir hafa borist vegna þessa. Já. Það ekki, telst það ekki vera bara ég má heyra setninguna, jú. Ef það þarf fundurinn að samþykkja að setja málið á dagskrá og framfyrir umræðum umferð flugfélaga á Skeifnisbraut samþykkt að fela formanni að afla upplýsingar starfsemi Safariferða í kjölfar kvartana íbúa. Já. Ég bara þakka fyrir þetta, bara takk Stefán. Það bara við lausnum og ég vil bara heyra í kjartani. Má ég skjóta inn einu? En eins og ykkur öllum í ráðunni þá var íbúum einni heimilt og óskættir að setja mál á dagskrá en við boðum til fundar með viku fyrir og sendum út dagskrá. Þannig að bara allir hvattir til að Það kom fram á vef íbúasamtaka í Úlfarsárdal, Guðni Maja setti inn, það væri væntanlegur íbúaráðsfundur og hún spurði hvað fólk vildi ræða og ég nefndi þetta, þar með lítið þá að það komast að dagskrá. Já, það var reyndar sem snýr að skipulagsmálunum. Já. Varðandi hverfaskipulag og eitthvað svona. Það var ekki kannski alveg nýtt og það var fullt af fólki sem kom með ýmislegt eins og Ingirúnar var við hérna. Já, við settum það inn á. Það tengist náttúrulega búið að koma fram í gögnum bæði á þessum reitum sem við vorum að gefa umsagnar þannig að það átti vel við að setja það inn. En hjólin eru bara í vinnslu. Nú ætlum við að leyfa að við þetta komin, hvernig ekki? Við viljum hafa samband við aðeins sem ég get ekki upplýsingar hvað staðan á lóðinni til Safari-hjóli er. Ég get mér sagt sambandið þá persónulega til aðtöku hvort þeir hafi heyrt eitthvað lóðina. Þetta komið í fundagerðina, en bara, ég segi það, mér finnst mér að stoppa þessa starfsemi strax og bæjarfulltrúar eru á launum fyrir fé okkar íbúa. Mér finnst bara alveg einhvern veginn sjálfsagt að þeir gera allt sem þeir geti til þess að stoppa. Já. Ég held að sé ekki að gera neitt með þessum staðan akkur í dag, sko. Ég hef ekki þannig sér skoðan þessu, en við varum saman að tala, eða einhver nefndi tala við þá. Mér sé nefnum að þetta geti þá verið minkað þess að þetta er eitthvað að fara okkur ákveðnum tímum. Já, þeir sko eru meðvitaðir að sé að fara gegnum hverfið. Það ekki eins og að keyra bara, það hafa bara einhverjum leitum skilur svo réttan stað, sko, að skilur svo tilbaka. Þannig að búið alveg að reyna að finna einhvers konar lausnir á leiðinni. Reykjavíkurborg náttúrulega var bara lengi að bregðast við þessari lóð. Þess að tæðist þetta er búið að tæðist. En eigum við aðeins að leyfa Kjartan eitthvað stað? Við byggðum áttalega úr 101 af því. Já. Það var svona losa veit. Já. Og bíl ekki við. Nei. Í 101. Við sérst buðið hingað þegar við höfum verið að fylgjast með greinum sem við erum að skrifa hverfið. Já. Og nafnið kom upp á sensta fundi að við langaðum að fá þína innsýning hvað þér finnst að mætti betur fara í hverfinu okkar. Þannig við getum svona raunverulega eitthvað sem fram með okkur og eitthvað sem að þú hefur kannski ekki betri tök á að aðstofa okkur með eða eitthvað. Þannig það var bara svona opið spjall. Já. Bara séð alls konar bókanir og svona sem þú sett inn og ýmis málefni og það er bara mjög samþykkt annað ekki og bara
bara greinilega mjög áhugasamur í hverfið og finnst bara mjög gaman að fá að heyra þína rödd og fá þig inn í heimsókn til okkar. Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér og ég vil bara þakka ykkur fyrir ykkar starf sko í þágu hverfisins með að sitja í þessu íbúðaráði sem hét áður hverfisráð. Ég hef aldrei búið í hverfinu en ég bjó einu sinni í Grafarvogi og hef svolítið, sennilega nokkuð enn frá byrjun sko fylgst með hverfinu byggjast upp, náða byggjast aðeins með kannski lokunum á skipulagsvinnunni. Ég held að það hafi tekist mjög vel til. Ég var ekki sáttur við allt, mér fannst þetta að tímabilið þá fannst mér einn banki vera farin að eiga óstóran hluta að byggja einhverjum hóðum í Grafarholtinu og þeir sömdu við, sá banki samdi við bara einn ódýrasta arkitekt landsins til að hann á mikið þannig að sumuleyti fannst mér stór hluti hverfisins vera orðinn ósvipaður. En það hefur ræst mjög vel úr þessu, sérstaklega eftir að gróðurinn hefur komið upp og þetta þá mjög vel við þetta hverfi, þessi hverfi, þar sem þetta sagt sko next door to nature, að þessi náttúra sem allstaðar og hún bætir allt upp. Svo er það Úlfarsáin sko, ég velti líka fyrir mig sko á sínum tíma hvort það veri rétt að búa til þarna, hvað var ekki, 150 metra helgunarsvæði í sitt hvoru megin eða eitthvað svoleiðis og ég er svona veltið fyrir mér að þetta virkar sem eitt hverfi, eitt þjónustukverfi, Grafarholt Úlfarsadalur, hvort það hefði kannski verið sniður að leyfa að byggja lengra niður á Árbakkann, bara eins og gert bara þið vitið í fallegustu borgunum í Þýskalandi og Frakklandi Sviss, það bara byggt fram á Árbakkanna og það kannski jafnvel þjónustana því að ég hef heyrt frá mömmum hérna sem veigra sig að senda börnin sín sko í vondu veðri yfir hann í gegnum dalinn og svo saman það verður hægt að gera eitthvað, þið veit ekki eins og Selfossi búa til þjónustugötu sko í miðjum dalnum með svona einhverjum húsum eins og á Laugaveginum og verðum með þjónustu þar því að auðvitað þetta orðið 9.500 manna hverfi og verður vonandi stærra þannig að þið veitir bara, þetta getur orðið 12.000 manna hverfi bráðlega og þá það var mikil þjónusta sem var á Akureyri þegar hún var ennþá 12.000 manna. Það er einmitt þetta sem ég held að ég gera og einn tillaga sem ég flutti síðasta vetur var að skipuleggja nýtt íbúðahverfi á þessum M22 reit í Halla-Hamralíðarlöndum. Þetta er mjög gott byggingaland, það er allir sammála það hjá skipulaginu. Þannig er léttilega hægt að koma fyrir 3.000–4.000 manna byggð og þetta myndi held ég tímalaust efla verslun, íþróttastarf og aðra þjónustu í hverfinu. Þetta alltaf verið mjög þéttara hverfi þegar þetta var skipulagt var þetta teiknað nánast eins og Þingholt. En svo og ég man eftir því þegar að Sjálfstæðisflokkurinn sem með 2006 þá sögðu íbúasamtökin að þetta væri þau voru komið mótmæli, þau töldu þetta var oft þétt, þau töldu stofugluggana bara, töldu vera óstutt á milli og allt þetta. Þannig það var dreift aðeins úr þessu, en það þurfti að hafa samráð fram og þá var verið að tala um að þetta getur orðið sko upp undir 30.000 manna hverfi, allt saman. En framarar féllust á þetta, þeir sögðu að þetta svíbúandi vilja og við féllust á þetta, en lofu okkur þá bara því að þetta verði samt alltaf 15–18 manna hverfi, því að við þurfum svo stórt hverfi, við erum að yfirgefa samverðina, við þurfum svo stórt hverfi þess að geta staðið undir almennilegu íþróttastarfi. Fylkir sem er með Árbæinn sem er með 10–11 manna hverfi, kvartar yfir því að það sé of lítið upptökusvæði þess að geta verið með blómlegt íþróttastarf fyrir strák og stelpur í öllum flokkum. Og tillagan fór fyrir borgarstjórn og henni var í rauninni vel tekið af öllum flokkum og henni var sem bara vísað inn í vinnu varðandi uppbyggingu byggðar í Reykjavík. Hún það var hins vegar tekið fram að hún færði hana til vinnslu en hún ekki í forgangi af því að borgin að líta á önnur hverfi fyrst. Svo það matvöruverslunin á M9C reiknum, ég flutti líka tillögu það því að ég vissi að það komið erindi og svo kannaði ég hug þegar Bónusmanna talaði forstjóri á Bónus og hann staðfesti það að Bónus hefði áhuga, hefði skoðað þetta hverfi mjög vel en bara sorry þarna efst í hverfinu sko við leiktölduna þessi verslunarpláss sem þar eru. Hann sagði að þetta of lítil pláss fyrir lágurverslun og bílastæði sem gengur ekki fyrir okkur því við bara byggjum okkar business upp á bílastæðum. Þannig að sem baðhúsbændur hafa áhuga á að leigja lóðina til Bónus og Bónus er áhuga að leigja af þeim. En þetta þó að lóðin sé á skilgreindu miðsvæði við Landhaugaveg og Vesturlandsveg, þá er bannað að hafa matvöruverslun. Sem að baðhúsmarki stakka, hafa byggingarverslun eða bara einhverja hannyrðaverslun eða blómabúð eða hvað sem bara ekki matvöruverslun. Og þetta
finnst okkur vera fullt takmarkandi og við segjum, tala ekki það á að stækka hverfi, þá myndir þetta svo stórt hverfi alveg geta staðið undir góðri og stórri matvöruverslun, þó að flestir myndir gera það. Nú, umferðarmálin nátengt skipulagsmálunum og ég held að umferðaröryggi og umferðarflæði gæti verið betra í hverfinu, svona bara ýmsar ábendingar sem ég fengi í gegnum tíðina og í vor kom tillaga frá mér gatnamót Víkurvegar, Þúsaldar og Reynisvatnsvegar að ég held að þau endurskoða þau sko, bæta umferðaröryggi og umferðarflæði og ég óska eftir að það er skoðað sko að gera þarna tvöfalt hringtorg af því það væri meira flæði og það verða mjög fá slys í hringtorgum. Nú eða minnstakosti betur stýrð umferðarljós sem það er komið í Oslo og Kaupmannahöfn, alls þar bara komið ljós með skynjurum sem bara stoppum leið og ganga til vegfarandi kemur, annars setja það ekki grænan kall. En þessari tillögu var því miður vísað frá og sagt að það væri viðræður í gangi í Vegagerðina og ég tala Vegagerðina og Tryggvunni hefur ekki sér það sko. Og ekki nema bara eitthvað sem hefði verið frá upphafi, bara frá því hverfið fór að byggjast. Og ég flutti aðra tillögu sem í skoðun gatnamót Þúsaldar og Vínlandsleiðar. Þar þurfum við líka að bæta flæði og öryggi og þar geti einnig komið til greina hringtorg. Svo held ég að þurfa að tengja hverju miklu betur. Ég hef talað við sérfræðinga hjá Strætó og það hvernig verður þess að bæta stærðfræðingaþjónustu við hverfið. Og eitt af því ég held ég að við fengið þegar ég var hérna með heilt ungmennar inn í hverfinu sko, fyrir langa löngu, þá held ég að það var einhver krakki, einhver strákur sagði við mig, það er auðveldur að eiga kærustu sko niður á Laugavegi heldur en í Breiðholti, því að miklu styttir Breiðholt sko loftlína. Og það því að Strætókerfið byggt upp á austur-vestur alltaf. Og krakkarnir kortir yfir þessu, ég man líka ég fekk bréf frá einstæðri móður sem var að fara í heilsugæslustöðina að stöðu í Garðabæ og var ekki á bíl og bara halda þá nokkrum manna að koma barni og þurfti að fara í Ártún og þetta allt alveg hræðileg lífsreynsla í vondu veðri. En Strætómennirnir sögðu við mig, gallið við Grafur og Úlfarsárdal það að þessi hverfi eru bara svona eða einn stór botnlangi. Þetta bara einhver stærsti botnlangi landsins. Það svo fáir stútar inn og út úr hverfinu. Og sögðu það miklu meiri möguleiki að Strætó geti þjónað sem hverju betur eða væri meiri tengingar og ég flutti ekkert með tillögu sem var þetta ekkert síðan gert með sko að skoða að tengja hverfi betur með frárein af Suðurlandsvegi inn á Krókháls hjá Þór, Dráttarvéla sölunni. Þar væri örugglega hægt að semja við Þór brekkuna hann að fá að setja frárein eða líka jafnvel og sko frárein af Vesturlandsvegi inn á Vínlandsleið eða við Krókstorp. Þarna ég held að var hægt að bæta tengingandi því við sjáum bara núna þegar maður kemur og það var með sér eitthvað slys þarna á Vesturlandsveginu sko sem tafði allt saman að þegar stór hlutur að fara sko vestanmegin í hverfi þá samt óþarfi að láta alla keyra austur fyrir og taka króki í gegnum þessi þröngu gatnamót. Þetta væri örugglega hægt að laga og Strætó svo bara með stóra samhenginu tengja Austurhverfin betur saman. Þeir eru með ágætis tengingu við Gráu en raunin ekki meira. Og það hefur oft skotið upp hugmyndum svokallaða austurleið eða eysturleið sem geti þess vegna gengið frá Spönginni, gengið sko norður-suður og allavega suður á Velli. Gæti þá bara nokkuð léttilega tengt saman öll eystri hverfi borgarinnar. Þetta hugmynd sem gömul og hefur nokkuð sem verið skoðað en aldrei einhvern veginn áfram að ganga. Ég held að það væri allan ómaksins vert að gera tilraun með svona norður-suðurleið af því að Reykjavík er svo tregt sko. Þetta er eins og Hitler fekk að kynast til að borðin Sovétríkin. Þetta var þar sem að ríðast inn var þetta mjög mjótt en svo var þetta svo tregt. Og Reykjavík að miðbærinn Nesendarnes þetta mjög mjótt. Síðan verður þetta bara svo tregt. Þetta verður alltaf víðara og þá erfiðara að þróa að þjóna þessum eystri hverfum. Það bara svo sem við eigum við að glíma í borgarstjórninni á hverjum degi. Og svo líka eitt sem þarf ég að benda ykkur á að ég hef nú setið í 3 hverfisáðum ólíkum og þau hafa öll bara náð að koma ykkur góða til leiðar en það þarf að vera með svona eftirfylgni. Og ég sitt núna í hverfisáði Grafarvogs og þar er verið að vinna umferðaröryggisúttekt. Þau fengu bara mikill áhuga á umferðarmálum í hverfisáðinu og þau fengu umferðarsérfræðings að vinna með sér og að vinna mjög vandaða úttekt. Þau gerðu þetta fyrir 10 árum síðast og mjög góð og vönduð úttekt og
það sem svo gott við þetta, sko, þið eru öll dreifð út allt hverfi, þið hafa allir íbúar vita á umferðaröryggismálum, eins og við komum fram inn á myndinum, og svo líka kannski hverfisráðið kannski betri stöðu og nennir því kannski frekar að fá þekkingu út úr skólastjórunum og kennurunum og þessu fólki í hverfinu, fólkin sem á gólfinu og sér þetta á hverjum degi, en þetta Grafarvogsráðið að vinna svona út þetta, hún á að koma núna í október eða nóvember, og þetta kannski eitthvað sem þið getuð skoðað. Nú, íþróttamálin, þau eru þetta stórt mál, og þetta, mér skilst bara, ég hef heyrt það frá Íþrótta- og tómstundaráði varðandi notkunina á kortinu, að þetta sé eitt öflugasta íþróttahverfi landsins. Það er svo margir í íþróttum minna sem betur vel. Í Grafarholti? Já, Grafarholt og Úlfarsadal. Og fram á að fá endurnýjun gervigrasvallar á þessu ári, held ég. Þetta völlurinn kom inn að 2011 inn í algjörlega bara nýtt hverfi, og hann var bara svo að sami fastingasali bara leiður sem gervigrasvöllur kom. Þetta var svo litaspjall. Það gekk miklu betur að selja íbúðir. Þeim leiður á gervigrasvöllurinn kom bara miðjan vetur ykkur yfirgræn völlur. Og nú hafa skipt gras þar, ef það ekki búið. Það nefnilega ekki búið, og það mjög grátlegt. Það var lagt upp með að það átt að klára það í sumar. Þá hefur verið að taka krakkana og spila á grasvöllinum, og þú ert ekki upp á flóðljósin komin. En við mistum það með einhverju útboðsklúðri, þannig að núna munum menn lenda í því að þurfa að tróða öllum æfingum inn á aðlum eða fella það niður þegar að verður farið í. Og hættan á að menn lendi í sama klúðurum og káringar því gerðu að vera að hefta niður gervigrasvöll með vetur. Það var klúður. Og svo knatthúsið, að það alveg, við fluttum til það, sko, að samkvæmt samningi fyllir fram og borgarinn og fram. Þetta var svona alveg, þetta var miklu stærra mál en samgöngusáttmálinn, skal ég segja ykkur. Þessi samningur, þetta var búið í gangi mörg ár, þetta voru ógeðslegar erfiðleikar, hótanir málsókn og veit ekki hvað og bara lögfræðingar í þess að bóða. Svo næst þetta samkomulag 2017, og þar kveðið á að frambáið hálft knatthús á framkvæmdaáætlun 2019-2020. Það er ekki komið, og þetta er eitt af bara svona típist mál sem ég held að hverfisráðið geti verið með duglugt að ýta á, og dropinn holar steinin. Átti að vera búið 2020, og við fluttum til við fyrir að bara það er neðar 2026, en hún var ekki samþykkt. Og síðan það bara, eins og við erum komin á fundinu, það alls konar framgangsmál, og ég hef bara verið, það er búið kvartið svo lengi, og ég hef alveg verið hissa á byggingafulltrúa, sko, því hann er hálfgerð lögga, sko, borgarinnar, og getur sýnt miklu meiri höfgu en hann hefur alveg gert í þessu hverfi. Svo eru alls konar svona bara framgangsmál borgarinnar, bara ég var að vinna í einu sem var hérna gangbrauð til Úlfarsbrautina, ég sá að það var ljós þar, og svo var mér sagt hérna, fekk tilkynningu að það hefði lampi verið tekinn, og svo hefði bara lampinn var tekinn á stjörnu, og svo kom hann ekki aftur, var bara vantaði heilt ár. Nú sé ég sá núna því koma, lampinn er kominn aftur, hann er kominn á, það var bara ber staur á miðri gangbrautinni, nú er sko kominn lampinn, en ég sé að það er staur þarna milli húsanna á tröppunum frá Ólafsvík að Gerðarbrunni, þar eru tröppur sem og þar er ber staur, þar vantar lampa, það var glemt þess að lampan, þar er ekki. Eitthvað tókuð þann lampa. Já, ég man ekki hvort það var lampi, ég finnst þess að það hafi verið lampi þar, en ég trúi nú að það. Nei, það var aldrei lampi. Þannig að þar vantar, og göngustígurinn hann frá Úlfarsbraut og Urðarbrunni er náttúrulega til skammar. Við fluttum til og við vorum að það gengið frá því í sumar, og svo var einn bara núna fyrir viku að taka þetta upp aftur í skipulagsráðinu og segja bara ok, það ætla ekki að gera þetta núna árinu, bara setja minnst lágmarks effort í að bara taka stórgrýtið þarna úr brekkun, úr þessum stíg þegar fólk gengur þarna, og bara til að draga úr slysahættum. Og þetta, það eru fleiri mál sem þið tekið miklu betur, og þið er bara að vera duglega að minna á þetta fyrst mér, og þið getið líka látið okkur í skipulagsráðinu vita af þessu, því að við erum kannski aðeins næri með mennirnir sem er að vinna í þessu, þeir þurfa þó að horfa í augun á okkur í hverju viku, koma kannski sjálfna hringað, en það er margt sem að bæta, og ég var að segja bara, ég var rosa undrandi þegar að brúin kom á Lambhagavegi yfir Úlfarsá, það var lengi beðið eftir henni, hún kostaði eitthvað 200 milljónir í manni, en þeir glemdu að setja gangbrautina á brúna, við kvörtum yfir því, og þá segja þeir að það er að koma svo góður stígur í gegnum dalinn, krakkarnir eiga bara að fara hennar stíg,
en þið vitið alveg hvernig krakkarnir eru, þeir gera bara sem þeim sýnist. Og maður alveg séð krakka hjóla þarna yfir en ég spurði hins vegar eftir hvað það myndi kosta að bæta við gangstéttana eða göngu- og hjólreiðastíg. 400. Já, nei, þeir sagðu bara að það geti alveg bara réttilega farið til 70-80 milljónir. Þannig að það var lítil stemning fyrir því en áminning einhvern veginn á það að ég vissum að ef teikningin af brúnni hefði komið hingað inn í íbúðarráðið, þá hefðu þið rykið augun í þetta, getað leiðrétt þetta sko, betur svo augun auga og þeir eru bara einmitt að vera dugleg eins og mér heyrist við að fá þessi málningar inn og svo bara við þekkja borgarkerfi. Ég hef sittið þeim hverfisáðum og þau hafa komið mörgu góð til leiðar en það hefur kostað nöldur og jafnvel harðorðar bókanir og stöðugan bylting og það auðvitað bara, það innan sem dugir. En þrátt fyrir þetta allt, þá Reykjavík samt besta borg í heimi. Það talaði þessa brú þarna, ég heyrði nú einhver verktaka sem hitt á fótboltaleik sem sagði mér það að hann verið að vinna með að gera brúna og hann sagði það að það tekið mér rosa tíma og hann dýra alltaf því að þessi hönnur tók mikið pening með að hanna það að verða svo fullkomin eitthvað lýsing og það var einhver gangstígur hann undir brúna og ég bara, gangstígur undir brúna? Ég ætla að vera gangstígur, hann ekki ennþá kominn. Ég að heyrði þetta fyrsta skipti núna í sumar. Það áverðið, þú veit það þessu? Ekki að gangstígur komið undir brúna Það komið gangstígur eftir undir. Já, við hliðina á henni sko, ekki undir hana, við séum. Nei, alltaf komið undir hana, talaðum sko. Eins og í Gullibrúnni? Já, eitthvað undir. Já. Gullibrúnni, eitthvað svo það. Já. Það er spes. Já. Það er líka bara eins og maður líka að heyra bara í verktökum almennt bara í öllu að bara vera að tefja verkefni og kostnaður að fara bara öllu valdi og svo hönnur verða bara að hafa eitthvað voðalega bogadreigð og flott og nýmóðus og eitthvað svona staðan fyrir að nota bara sömu teikningu og nota þarna og skella í hér og þetta bara hægt að byggja þetta bara, þú veist. Það hlýtur að vera reglur fyrir að það verður að gera þetta. Það verður að vera eitthvað lýsing og eitthvað trúleri og eitthvað svona. Já, þetta er bara því mér að ég er búin að skoða andarskóla í Reykjavík og stundum áður þá voru þetta að nota sömu teikningarnar. Það var passað að skólarnir liti ekki eins út, en Hagaskóli og Réttarholtsskóli er saman teikningin, en þetta passaði að það var ekki kópíering sko. Og svo var ég þegar ég skoði Hamraskóla, ég var nú bara, þá blaði maður eitthvað að skrifa það, þá sá maður sko að þetta var þriðji skólinn sem byggði samkvæmt teikningunni. Fyrsti skólinn fór fram úr áætlun, annar skólinn var áætlun og þetta var þriðji skólinn komin og hann var vel undir áætlun. En svo var farið að byggja, þetta var eitthvað sem arkitektarnir hengluðu sko og var gefið eftir hver skóli var hannar upp á nýtt og hannar sem listaverk og ég kom í nokkra skóla eins og til dæmis Víkurskóli sem er alltaf svona bóðadregin og skólastjórinn sagði við mig, þetta er frábær skóli og eins og þú sér hérna þá arkitektin sem teiknaði er búin að fá verðlaun bæði í Danmörku og Þýskalandi en þetta er léleg skólabygging. Þetta er ekki góð skólabygging. Og þetta er það hræðilegt að eitthvað slíkt sko fyrir skóla sem kostar mikið sko. Já. Fyrir þið með spurningu til kjartans? Já, þegar núna sagði það gæti verið hvað mörg þúsund manna hverfi? Já, ég held að þetta er orðið 8.500 manna hverfi en ég er að verða 9.000 manns held ég. Kannski sinn í vor. Og ef það er bætt 2.000 við, sko, þá bara þetta langleiðina í 12.000. Og þá er bara með þetta að það sé lífskjarnandi sem er kannski bara lífskjarnandi. Það veitum við ekki. Já, nei, hérna Hafnarfjörður hérna. Og líka það. Hann er hugsað. Já, uppbyggingu það þá ég sko eitthvað meira, þú veist, að innviða með þeirri, þú veist, skóla, leikskóla og... Það er alltaf skóli. Kannski 20 ára síðan. Já. Bæta við skórum. Það er alltaf að bæta. Það er alltaf skóli, sko. Ég ætla að borga sér alltaf að læra það að það er best að koma um leið og sérstaklega umferðarmannvirki. Gera þau leið því að stundum hefur sagt bara að við gerum hennar vegi eftir 10 ár. En leið og íbúðin koma þá fara þeirra að berjast gegn veginum. Það hefur verið hægt í marga vegi í Reykjavík út af slíkum mótmælum. En ég vona að við séum smá sem að í þessu. Samtals verður maður stundum hissa eins og menn hafi glemt skemmtilega. Ég er bara þakkaði fyrir þetta, sést alveg ótrúlegt hvað það ert. Það huga að vita og hvað það tekið eftir, maður ekki að taka eftir þessu hlutu sjálf með því að sé inn í hverju. En er þetta bara húsar á þetta sem maður sér taka áhuga á eða er þetta öll fólkamenn? Nei, ég veit ekki, já, ég hef þetta á 12 sko, en nei, það er bara, ég held ég bara hafi, og Stebbi og Gunni sem erum í þessu, við erum svona kannski hafa áhuga á öllum hverfum, en mér fannst ég verða svolítið varðið á sinni tíma, sko, ég mann þegar ég bjóði Grafarvogi þá
og mikið kvartað þegar hlutir væri seint að koma þangað. Og svo þegar ég verið borgarfulltrúi þá fannst mér svolítið svona, ég get ekki neitað að mér fannst halla á úthverfin sko, eystri hverfið, ekki síst varandi alls konar viðhald, ég var að skoða tröppur í Seljaskóla daginn alveg að úr sér gengnuna og þess bara ég veit að það ekki gilt að múra tröppur, þetta bara einhver ótrústu reikningar sem fólki veitir að fá og það múra tröppur og eins og hugsaði bara, þetta hefði bara aldrei verið svona í 101, það sem ég býð, að þetta verið annar svona hrikalega lengi og þá eins og þessi bara kannski, ég veit ekki, einhver minni þrýstingur hérðan og íbúðaráðanir voru náttúrulega með annars búin til þess að mynda jákvæðan þrýsting á borgarstjórnina. Það finnst bara stundum íbúðaráðin vera þannig, maður er að senda inn alls konar bókanir og fyrirspurnir og eitthvað svona og það er bara eins og þetta færi bara í einhverja skúffu og bara týnist þar. Já, ég láta mig tekja það sko. Og ef maður bara heilt bara, já það verður bara að halda áfram, skúffan fyllist og þá kemur eitthvað. Ég veit alveg hægt og undir mig kemurni að íbúðaráðið í Grafarvogi býsna öflugt. Þau eru alltaf að bunda ýmis málefni og taka hellingarhlutum upp frá íbúð og velta sig fyrir sig. Ég finnst þetta ráðalveg að hafa tryggt það sko, en það er kannski erfiðar að fá íbúðar hérna til þess að mæta. Já. Það fyrir kannski ekki lánsfaglega. Ég veit hvernig mæting almennt í, það að fullur Reykjavíkurborg að veit það kannski. Mætingartölur. Mætingartölur. Það eru mjög misjafnar. En þið eru ekki verið heldur með, en ekki endilega betri heldur. Þarna á barð. Þið verið að fast niðurstöðu kosninguna. Við vorum nú ofalega í verkefni sem var samkvæmt minningum. Já, það var hérna einmitt áhuga á hverfinu og taka þátt í, þá vorum við bara tókum með mig. Já. En nú veit ég að Björn var að tala skúffuna góð. Það eins og Kjartan þekkir, þá eru fulltekjari íbúðarum, þær laða fram í borgarráð í hverja einstu viku. Þannig að borgarfulltrúar eru svo sannarlega meðvitaðir hvað er gerst í íbúðarum. En eru fundargerðirnar á þeim skala að þetta átta sig á nákvæmlega, umræðan sér stað en þið kannski viti ekki nákvæmlega ítilegar nú að fenn sko? Allt sem þið setja á blað, það fer með fundargerð, bókanir tillögur fyrirspurnir. Fara þær yfir þetta allt saman? Nei, ég ætla ekki að fara ljúga því þar sem að skoða hvað er fundargerð, það eru sjálfsögðlega þær eru partur af fundagögnunum sem þú fær, en þær eru rækilega aftast og hérna Við erum óttalið 30, 40, 50 mann á dagskrá og það er kannski 20 fundargerðir og svona, ég held að enginn farið yfir alla sko, en stundum kannski hefur eitthvað mál verið tekið upp í íbúðaráði og það fer á borgarráðsfund viku síðar og þá kannski nýtt tímanum að fara tölvupóst og sagði sko bara þetta var hittamál á íbúðarráðsfundum í Grafarvogi og Túlsdal og þetta fyrir borgarráð þið ekki til að taka þetta upp þar og spyrja eitthvað svona. Það fá samt hitt í okkur. Alveg sem Safarihjólinn, ég var að átta með fyrir eitthvað satt, svo var ég alltaf bara á undirbúningsfundi fyrir borgarráð og það var bara, hei, loksins! Það sem gerir loksins ekki svör, þegar ég sá það sko, það var eitthvað sem ég tengi strax enga einn sko. Fólki gólfveldan hefur ekki komað niður. Taka til að lóða, það er endavist að vera sendt inn og það kom einhver smíðavöllur hana í göttinu fyrir neðan mig, það var bara einhver verktaki þar að við skiljum fullt af timbur og fóru graffiðinu bara smíða þessu. Það var bara, ok, allt er Tölum að lifta. Þeir eru komið aðgang að skilja húsina frá hann var fyrir hlutastjóra á Eilsnum sem hann ekki veitir. Það býr fundargerð. En hann er fiskbífélagið? Nei, hann er með, hans er í svona bakkir í Við borgarnar. Ég veit ekki hvað Já, ekki á vefinn okkar. Það er að vefi íbúðar hann er tekið ákvörðun Það er alltaf ekkert mál að pústa því bara á Þegar fundargerðin er komin, þá getur einhvern okkar bara steppt í inn á ég held að það er ekki íbúða sko. Þeir fá greitt fyrir það. Af því það er margt skráð manns. Eitt mál að dagskrá var þetta það þing, hverfisþing, þetta var dagskrá. Hann sendi mér þá í kemur. En það var aldrei Eirík. Nú ætla ég bara að kanna Eirík. Hann er þessa? Nei, hann bara, hann gerir alveg grein fyrir það gerðist hann gerir alveg grein fyrir að hann stegi á bæði og þannig er ekki lengur lausnum við loðan hann.
Nei. Nú er bara, bara kært hægt Takk fyrir mig, gaman að hitta ykkur. bara ótrúlega gaman að sjá það að áhuga sem var að veist. Já, mikið öll hverfinn, þannig að við bara ætlum að ljúka fólk. Og þetta stundum við máldag næsta fund. Já. Þannig að það verður byggingufulltrúi og umræðum hverfisþing. Já. Umræðum íbúaþing, hverfisþing, foreldraþing, hvað sem við viljum kalla það.